Fyrri sögu mína, Þeófílus, samdi ég allt sem Jesús gjörði og kenndi frá upphafi. Allt til þess dags hann gaf postulunum sem hann hafi valið fyrirmæli sín fyrir heilagan anda og var uppnuminn. Þeim birti hann sig lifandi eftir píst sína með mörgum órækum kennimerkjum, lét á sjá sig í 40 daga og talaði Guðs ríki. Hann var með þeim, bauð hann þeim að fara ekki burt úr Jerúsalem, heldur bíða eftir fyrirheiti föðurins sem þér sagði hann hafi heyrt mig tala Því að Jóhannes skírði með vatni, en þér skuluð skírðir verða með heilugum anda nú innan fárra daga. Meðan þeir voru saman, spurðu þeir hann, Herra, ætlar þú á þessum tíma að endurreisa ríkið handa Ísrael? Hann svaraði, ekki það yðar að vita tíma eða tíðir sem faðirinn setti af sjálfsímaldi. En þér munuð öðlast kraft, heilagur andi kemur yfir yður, og þér munuð verða vottar mínir í Jerúsalem og allir í Júdeu, í Samaríu og allt til endimarka jarðarinnar. Þegar hann hafði þetta mælt, varð hann uppnuminn að þeim sjáandi og ský huldi hann sjónum þeirra. Þeir störðu til himins á eftir honum þegar hann hvarf. Þá stóðu hjá þeim allt í einu 2 menn í hvítum klæðum og sögðu, Galíleumenn, hví standið þér og horfið til himins? Þessi Jesús sem var uppnuminn frá yður til himins mun koma á sama hátt og þér sáuð hann fara til himins. Þá sneru þeir aftur til Jerúsalem frá Olíufjallinu, sem svo nefnt og í nánd við Jerúsalem, hvíldardagsleið þaðan. Þeir komu þangað fóru þeir upp í loftstofuna þar sem þeir dvöldust Pétur og Jóhannes, Jakob og Andrés, Filippus, Tómas, Bartólómeus, Matteus, Jakob Alfeusson, Símon vandlætari og Júdas, Jakobsson. Allir þessir voru með einum huga stöðugir í bæninni, ásamt konunum María móðir Jesú var líka með þeim og bræður hans. Á þessum dögum stóð Pétur upp meðal bræðranna. Þar var saman kominn flokkur manna 120 að tölu. Hann mælti, bræður, rætast hlaut ritning sú heilagur andi sagði fyrir munn Davíðs Júdas sem vísaði leið þeim, tóku Jesú höndum. Hann var í voru hópi og honum var falin sama þjónusta. Hann keypti reit fyrir laun ódæði sín, steyptist á höfuðið og brast sundur í miðju, svo að iðrin öll féllu út. Þetta var kunnugt öllum Jerúsalembúum og reitur sá kallaður á tungu þeirra, Akeldamak, það blóðreitur. Ritað í sálmönum. Einhver þeirra manna sem með oss voru alla tíð, meðan drottinn Jesús gekk inn og út vor og meðal. Allt frá skírn Jóhannesar til þessa dags, hann varð uppnuminn frá oss, verður nú að gjörast vottur upprisu hans ásamt oss. Og þeir tóku 2 til Jósef, kallaðan Barsabas, öðru nafni Justus og Mattías. Báðust fyrir og sögðu, Drottinn, þú sem þekkir hjörtu allra, sýn þú hvort þessara þú hefur valið til að taka þessa þjónustu og postuladóm sem Júdas vék frá til að fara til síns eigin staðar. Þeir hlutuðu þá og kom upp hlutur Mattíasar, var hann tekinn í tölu postulana með þeim 11.
Þá upp var runnin hvítasunnudagur og eru þeir allir saman komnir. Varð þá skyndilega gnýr af himni, eins og aðdynjanda sterkviðris og fyllti allt húsið þar sem þeir voru. Þeim birtust tungur, eins og af eldi væru, hvísluðust og settust á hvern og einn þeirra. Þeir fylltust allir heilögum anda og tóku að tala öðrum tungum, eins og andinn gaf þeim að mæla. Í Jerúsalem dvöldust gyðingar, guðræknir menn frá öllum löndum undir himninum. En þetta hljóð heyrðist dregið að fjölda manns. Þeim brá mjög við, því að hver og einn heyrði þá mæla á sína tungu. Þeir voru frá sér af undrun og sögðu: Eru þetta ekki allt Galíleumenn sem hér eru að tala? Hvernig má það vera að vér, hver og einn heyrum þá tala vort eigið móðurmál? Við erum partar Medar og Elamítar. Við erum frá Mesópótamíu, Júdeu, Kappadókíu, Pontus og Asíu. Þá Frígíu og Pamfílíu, Egyptalandi og Líbíubyggðum við Kýrene, og við sem hingað erum fluttir frá Róm. Hér eru bæði gyðingar og þeir sem þeir hafa trú gyðinga, Kríteyingar og Arabar. Ég heyrum þá tala á vorum tungum stórmerki Guðs. Þeir voru allir furðulostnir og ráðalausir og sögðu hver við annan: Hvað getur þetta verið? En aðrir höfðu að spotti og sögðu: Þeir eru drukknir af sætu víni. Þá steig Pétur fram og þeir 11 og hann hóf upp rödd sína og mælti til þeirra: Gyðingar og allir þeir Jerúsalembúar, þetta skuluð þér vita, ljáið eyru orði mínum. Eigi eru þessir menn drukknir eins og þér ætlið, enda aðeins komin dagmál. Hér að rætast það sem spámaðurinn Jóel segir. Það mun verða á efstu dögum, segir Guð. Jafnvel yfir þræla mína og ambáttið mínar. Og ég mun láta undur verða á himnum uppi. Sólin mun snúast í myrkur. En hver sá sem ákallar nafn Drottins mun frelsast. Ísraelsmenn, heyri þessi orð: Jesús frá Nasaret var maður sem Guð sannaði yfir með kraftaverkum, undrum og táknum Guð lét hann gjöra meðaleiðar, eins og þér sjálfur vitið. Hann var framseldur að fyrirhuguðu ráði Guðs og fyrirvitund, og þér létuð hina menn negla hann á kross og tókuð hann af lífi. En Guð leysti hann úr nauðum dauðans og reisti hann upp, enda gaf það aldrei orðið að dauðinn fengi haldið honum. Því að Davíð segir hann: Fyrir því gladdist hjarta mitt og tunga mín fagnaði. Því að ekki munt þú skilja sálu mína eftir í helju. Kunna gjörðir þú mér lífsins vegu. Bræður óhygga get ég við yfir talaðu mættföðurinn Davíð.
Hann dó og var grafinn og leiði hans til hér allt til þessa dags. En hann var spámaður og vissi að Guð hafði með eiði heitið honum að setja í hásæti hans einhvern niðja hans. Því sá hann fyrir upprisu Krists og sagði: Þennan Jesú reisti Guð upp og eru mér allir vottar þess. Nú hann upphafinn til Guðs hægri handar og hefur á föðurnum tekið við heilugum anda sem fyrirheitið var og úttelt honum eins og þér sjáið og heyðið. Ekki steig Davíð upp til himna, en hann segir: Þangað til ég gjöri óvinni þína að fótskör þinni. Með öruggri vissu, vitið á öll Ísraels ætt að þennan Jesú sem þeir krossfestuð hefur Guð gjört bæði að drottni og Kristi. Ef þeir heyrðu þetta, var sem stungið væri í hjörtu þeirra, og þeir sögðu við Pétur og hina apostolana: Hvað eigum við að gjöra, bræður? Pétur sagði við þá: Gjörið iðrun og látið skýrast hver og einn í nafni Jesú Krists til fyrirgefningar synda yðar. Þá munuð þér öðlast að gjöf heilagan anda. Því að yfir ætlað fyrirheitið, börnum yðar og öllum þeim sem í fjarlægð eru, öllum þeim sem Drottinn Guð vor kallar til sín. Og með öðrum fleiri orðum vitnaði hann áminnti þá og sagði: Látið frelsast frá þessari rangsnúnu kynslóð. En þeir sem veittu orði hans viðtöku voru skírðir, og þann dag bættist við 3000 sálir. Þeir ræktu trúlega uppfræðslu postulana og samfélagið, brotning brauðsins og bænirnar. Ótta setti að hverjum manni, en mörg undur og tákn gjörðust fyrir hendur postulana. Allir þeir sem trúðu héldu hópinn og höfðu allt sameiginlegt. Þeir seldu eignir sínar og fjármuni og skiptu meðal allra eftir því sem hver hafði þörf á. Daglega komu þeir saman með einum huga í helgidóminum. Þeir brötu brauð í heimahúsum, neittu fæðu saman í fögnuði og einlægni hjartans. Þeir lofuðu Guð og höfðu vinsældir af öllum. En Drottinn bætti daglega við í hópinn. Þeim frelsast lét. Pétur og Jóhannes gengu upp í helgidóminn til síðdegisbæna. Þá var þangað borinn maður, lami frá móðurlífi, dag hvern var settur við þær dyr helgidómsins sem mendar eru fögrutir, til að beiðast ölmusu hjá þeim inngengu í helgidóminn. Hann sá þá Pétur og Jóhannes á leiðinni í helgidóminn, baðst hann ölmusu. Þeir horfðu fast á hann og Pétur sagði: Lít þú á okkur. Hann starði á þá í vonum að fá eitthvað hjá þeim. Pétur sagði: Silfur og gull á ég ekki, en það sem ég hef, það gef ég þér. Í nafni Jesú Krists frá Nasaret, stattu upp og gakk. Og hann tók í hægri höndunum og reisti hann upp. Jafn skjótt urðu fætur hans og ökklar styrkir. Hann spratt upp, stóð í fætur og tók að ganga. Hann fór inn með þeim í helgidóminn, gekk og stökk og lofaði Guð. Then he went with them into the temple courts, walking and jumping and praising God.
Allt fólkið sá hann ganga og lofa Guð. Þeir þekktu að hann var sá hafði setið fyrir fögrudyrum helgidómsins til að beiðast ölmusu. Urðu þeir furðu lostnir og frá sér numdir af því sem fram við hann hafði komið. Hann hélt sér að Pétri og Jóhannesi og þá flyktist allt fólkið furðu lostið til þeirra í súrnagöngin sem kennd eru við Salómon. Þegar Pétur sá það ávarpaði hann fólkið Ísraelsmenn. Hví furðar yður á þessu? Eða hví starið þér á okkur eins og við hefðum að eigin mætti? Eða guðrækni komið því til leiðar að þessi maður gengur? Guð Abrahams, Ísaks og Jakobs, Guð feðra vorra hefur dýrlegum gjört þjón sinn Jesú, sem þér framselduð og áneituð frammi fyrir Pílatusi, hann hafi áleiktað að láta hann lausan. Því áneituð hinum heilaga og réttláta, en beitust að manndrápari yrði gefið niður. Þeir líflétuð höfðingja lífsins, en Guð uppvakti hann frá dauðum, og af því erum vér vottar. Trúin á nafn Jesú gjörði þennan mann sem þér sjáið og þekkið, styrkan. Nafnið hans og trúin sem hann gefur veitti honum þennan albata fyrir augum yðar allra. Nú veit ég bræður að þér gjörðuð það af vanþekkingu sem og höfðingjar yðar. En Guð lét hann rætast það sem hann hafði boðað fyrirfram fyrir munn allra spámannanna að Kristur hans skyldi líða. Gjörið því yðrun og snúið yður að syndir yðar verði afmáðar. Þá munu koma endurlífgunar tímar frá augliti drottins og hann mun senda Krist sem yður fyrirhugaður sem Jesús. Hann á að vera í himninum allt til þess tíma þegar Guð endurreisir alla hluti, eins og hann hefur sagt fyrir munn sinna heilögu spámanna frá alda öðli. Móse sagði: Spámann mun drottin Guð yðar uppvekja yður af bræðrum yðar eins og mig á hann skuluð þér hlýða í öllu hann talar til yðar. Og sér hver sá sem hlýðir ekki á þennan spámann skal upprættur verða úr línum. Allir spámennirnir, Samúel og þeir sem á eftir komu, allir þeir sem talað hafa, boðuðu þessa daga. Þér eruð börn spámannanna og eigið hlut í sáttmálanum sem Guð gjörði við feður yðar hann sagði við Abraham: Að þínu ákvæmi skulu allar ættkvíslir jarðarinnar blessun hljóta. Guð hefur reist upp þjón sinn og sent hann yður fyrst til að blessa yður og snúa hverjum yðar frá vondri breytni sinni. Meðan þeir voru að tala til fólksins, komu að þeim prestarnir varðforingi helgidómsins og sadúkearnir. Þeir voru æfir af því að postularnir voru að kenna fólkinu og boða upprisu dauðra í Jesú. Lögðu þeir hendur á þá og settu þá í varðhald til næsta morguns því að kvöld var komið. En margir þeirra heyrt höfðu orðið, tóku trú og tala karlmanna varð 5.000. Næsta morgun komu höfðingjarnir, öldungarnir og fræðimennirnir saman í Jerúsalem. Þar voru Annas, æðsti prestur, Kæfas, Jóhannes, Alexander og allir sem voru af æðsta press ættum. Þeir létu leiða postulana fram og spurðu þá: Með hvaða krafti eða í hvers nafni gjörðu þið þetta? Þá sagði Pétur við þá: Fylltur heilugum anda, þér höfðingjar lífsins og öldungar, með því að við eigum í dag að svara til saka vegna góðverk við sjúkan mann og gera grein fyrir því hvernig hann sé heill orðinn. Þá séður öllum kunnugt og öllum Ísraelslíð að í nafni Jesú Krists frá Nasaret þess fyrir krossfestuð, en Guð uppvakti frá dauðum í hans nafni stendur þessi maður heilbrigður fyrir augum yðar. Jesús Ekki hjálpræðið í neinum öðrum og ekkert annað nafn mönnum gefið víða veröld sem getur frelsað oss. Þegar þeir sáu gjörung Péturs og Jóhannesar og skildu að þeir voru óverðir leikmenn undruðust þeir könnuðust og við að þeir höfðu verið með Jesú. Og þeir sáu manninn sem læknaður hafði verið standa hjá þeim, máttu þeir ekki í móti mæða. Þeir skipuðu þeim að ganga út frá ráðinu, tóku saman ráð sín og sögðu: Hvað eigum við að gjöra við þessa menn? Því að augljóst öllum Jerúsalem búum að ótvírætt tákn orðið að þeirra völdum við getum ekki neitað því. Þetta má ekki berast frekar út með að líðsins. Við skulum
Því hóta þeim hörðu að þeir tali aldrei framar í þessu nafni við nokkurn mann. Síðan kölluðu þeir þá fyrir sig og skipuðu þeim að hætta með öllu að tala eða kenna í Jesú nafni. Pétur og Jóhannes svöruðu: Dæmið sjálfir hvort það sé rétt í augum Guðs að hlýðnast yður fremur en honum. Við getum ekki annað en talað það sem við höfum séð og heyrt, en þeir ógnuðu þeim enn frekar og slepptu þeim síðan, þar sem þeir sáu enga leið vegna fólksins að hegna þeim. Því allir lofuðu Guð fyrir þennan atburð, en maðurinn sem læknast hafði með þessu tákni var yfir fertugt. Ef þeim hafði verið sleppt, fóru þeir til félaga sinna og greindu þeim frá öllu því sem æðstuprestarnir og öldungarnir höfðu við þá talað. Þegar þeir heyrðu það, hófu þeir einum huga raust sína til Guðs og sögðu: Herra, þú sem gjörðir himinn, jörð og haf og allt sem í þeim er. Þú sem lést heilagan anda mæla af munni Davíðs, föður vors, þjóns þíns. Konungar jarðarinnar risu upp. Því að sannarlega söfnuðust saman í borg þessari gegn hinum heilaga þjóni þínum Jesú þú smurðir þeir Heródes og Pontius Pílatus ásamt heiðingjunum og lýðum Ísraels. Til að gjöra allt það hönd þín og ráð hafði fyrir hugað að verða skildi. Og nú drottinn, lít á hótanir þeirra og veit þjónum þínum fulla djörfung að tala orð þitt. Rétt þú út hönd þína til að lækna og lát tákn og undur verða fyrir nafn þíns heilaga þjóns Jesú. Þegar þeir höfðu beðið fyrir, hrærðir staðurinn þar sem þeir voru saman komnir og þeir fylltust allir heilugum anda og töluðu orð Guðs af djörfung. En í þeim fjölda sem trú hafi tekið var eitt hjarta og ein sál og enginn þeirra taldi neitt vera sitt hann átti, heldur höfðu þeir allt sameiginlegt. Postularnir báru vitni upprissu drottins Jesú með miklum krafti og mikil náð var yfir þeim öllum. Eigi var heldur neitt þurfandi meðal þeirra, því að allir landeigendur og húseigendur seldu eign sína, komu með andvirðið og lögðu fyrir fætur postulana, og sérhverjum var útvitað eftir því sem hann hafði þörf til. Jósef, Levíti frá Kýpur, sem postularnir kölluðu Barnabas, það þýðir huggunar, sonur, átti Sáðland og seldi, kom með verðið og lagði fyrir fætur postulana. En maður nokkur, Ananías að nafni, seldi ásamt Safíru konu sinni eign og dró undan af verðinu með vitund konu sinnar, en kom með nokkuð af því og lagði fyrir fætur postulana. En Pétur mælti: Ananías, hví fyllti Satan hjarta þitt, svo að þú laugt að heilugum anda og dróst undan af verði lands þíns? Var landið ekki þitt með að þú átti það og var ekki andvirðið þess á þínu valdi? Hvernig gastu þá látið þér hugkvæmast slíkt tiltæki? Ekki hefur þú logið að mannum, heldur Guði. Þegar Ananías heyrði þetta, féll hann niður og gaf upp öndina og miklum ótta sló á alla þá sem heyrðu. En ungu mennirnir stóðu upp og bjuggu hann, áru hann út og jörðuðu. Að liðnum svo sem 3 stundum kom kona hans inn og vissi ekki hvað við hafi borið. Þá spurði Pétur hana: Seg mér, seldu þið jörðuna fyrir þetta verð? Pétur mælti þá við hana: Hvernig gátu þið orðið samþykkum að freista anda drottins? Þú heyrir við dyrnar fótatak þeirra sem greftriðu mann þinn. Þeir munu bera þig út. Jafnskjótt féll hún niður við fætur hans og gaf upp öndina. Ungu mennirnir komu inn, fundu hana dauða, báru út og jörðuðu hjá manni hennar. Og miklum ótta sló á allan safniðinn og alla sem heyrðu þetta. Fyrir hendur postulanna gjörðust mörg tákn og undur meðal lýðsins. Allur safniðurinn kom einum hugar saman í súlnakungum Salómons. Engir aðrir þorðu að samlagast þeim, en fólk virti þá mikils.
Og enn fleiri urðu þeir sem trúðu á Drottinn fjöldi karla og kvenna. Menn báru jafnvel sjúka út á strætin og lögðu þá á rekkjur og börur. Ef verða mætti, Pétur gengi hjá, að alltint skugginn af honum fjalli á einhvern þeirra. Einnig kom fjöldi fólks frá borgunum umhverfis Jerúsalem og flutti með sér sjúka menn og þjáða af óhreinum höndum. Þeir læknuðust allir. Þá hófst æðstipresturinn handa og allur sá flokkur sem fylgdi honum, saddúkearnir fullir ofsa. Létu þeir taka postulana höndum og varpa í fangelsið. En engill Drottins opnaði nóttina dyr fangelsisins, leiddi þá út og sagði: Farið og gangið fram í helgidóminum og talið til liðsins öll þessi lífsins orð. Þeir hlýddu og fóru í dögun í helgidóminn og kenndu. Þeir komu í fangelsið og fundu það ekki, sneru aftur og skýrðu svo frá. Fangelsið fundu mér að öllu tryggilega læst og varðmennirnir stóðu fyrir dyrum, en við lukum upp fundu mér engan inni. Þegar varðforingi helgidómsins og æðstuprestarnir heyrðu þetta, urðu þeir ráðþrota og spurðu hvar þetta ætlaði að lenda, en þá kom maður og bar þeim þessa frétt. Mennirnir sem þeir settu í fangelsið standa í helgidóminum og eru að kenna lýðnum. Þá fór varðforinginn með þjónunum og sótti þá. Beittu þeir samt ekki ofbeldi því þeir óttuðust að fólki grýtti þá. Þegar þeir voru komnir með þá, leiddu þeir þá fram fyrir ráðið og æðstipresturinn tók að yfirheyra þá og sagði: Stranglega bönnuðum ég yður að kenna í þessu nafni og nú hafið þér fyllt Jerúsalem með kenningu yðar og viljið steyta yfir oss blóðið þessa manns. En Pétur og hinir postularnir svöruðu: Framar ber að hlýða Guði en mönnum. Guð þeirra voru hefur uppvakið Jesú sem þér hengduð á tré og tókuð af lífi. Hann hefur Guð hafið sér til hægri handar og gjört hann að foringja og frelsfara til að veita Ísrael afturhvarf og fyrirgefningu synda sinna. Við erum vottar alls þessa og heilagur andi sem Guð hefur gefið þeim honum hlýða. Þegar þeir heyrðu þetta, fylltust þeir bræði og hugðust deyða þá. Reis þá upp í ráðinu, farisei nokkur, Gamaliel að nafni. Kennari í lögmálinu, virtur af öllum líð hann bauð að mennirnir væru látnir fara út, stundarkorn. Síðan sagði hann: Ísraelsmenn, athugið vel hvað þér gjörið við þessa menn. Ekki alls fyrir löngu kom Þeldas fram og þóttist við eitthvað. Hann aðhylltust 400 manns, en hann var drepinn og allir þeir sem fylgdu honum tvístruðust og hurfu.
Eftir hann kom fram Júdas frá Galíleu á dögum skrásetningarinnar og sneri fólki til fylgis við sig. Hann fórst líka og þeir dreifðust allir sem fylgdu honum. Og nú segi ég yður, látið þessa menn eiga sig og sleppið þeim. Sé þetta ráð eða verk frá mönnum, verður það að engu. En sé það frá Guði, þá megnið þér ekki að yfirbuga þá. Eigi má það verða að þér berjist við sjálfan Guð. Þeir fjallust á mál hans, kölluðu á postulana, húðstryktu þá, fyrirbuðu þeim að tala í Jesú nafni og létu þá síðan lausa. Þeir fóru burt frá ráðinu, glaðir yfir því að þeir höfðu verið virtir þess að þola háðung vegna nafns Jesú. Létu þeir eigi af að kenna dagvern í helgidóminum og í heimahúsum og boða fagnaðarerindið að Jesús sé Kristur. Á þessum dögum lærisveinum fjölgaði, fóru grískumælandi menn að kvarta út af því að hebreskir settu ekkir þeirra hjá við daglega útflutin. Hinir 12 kölluðu þá lærisveinahópinn saman og sögðu: Ekki hæfir að vér hverfum frá boðun Guðs orðs til að þjóna fyrir borðum. Finnið því bræður 7 vel kynnta menn úr yðar sem fullir eru anda og visku, munum mér setja þá yfir þetta starf. En vér munum helga á spæninni og þjónustu orðsins. Öll samkoman gerði góðan róm að máli þeirra og kusu þeir Stefán mann fullan af trú og heilugum anda, Filippus, Prókorus, Nikanor, Tímon, Paramenas og Nikolás frá Antíokkíu, sem tekið hafi gyðingatrú. Þeir leiddu þá fram fyrir postulana sem báðust fyrir og lögðu hendur yfir þá. Ofguðs breiddist út og tala lærisveinana í Jerúsalem fór stórum vafsandi. Einnig snerist mikill fjöldi presta til hlýðni við trúna. Stefán var fullur af náð og krafti og gjörði undur og tákn mikil meðal fólksins. Þá komu til nokkri menn úr svonefndri leysingjasamkundu. Þeir voru frá Kýrinni og Alexandríu, en aðrir frá Kilikíu og Asíu og tóku að þrátta við Stefán. En þeir gátu ekki staðið gegn visku þeirri og anda sem hann talaði af. Þá fengu þeir menn okkar til að segja: Ég heyrt hann tala lastmæli gegn Móse og Guði. Þeir æstu upp fólkið, öfdungana og fræðimennina og þeir veittust að honum, gripu hann og færðu hann fyrir ráðið. Það leiddu þeir fram ljúgvotta sögðu: Þessi maður alltaf að tala gegn þessum heilaga stað og lögmálinu. Við heyrt hann segja að þessi Jesús frá Nasaret muni brjóta niður musterið og breyta þeim siðum sem Móse hefur sett oss. Allir sem í ráðinu sátu störðu á hann og sáu að ásjóna hans var sem engils ásjóna. Þá spurði æðstipresturinn: Þessu svo farið? Stefán svaraði: Heyrið mig, bræður og feður. Guð dýrðarinnar birtist föður vorum Abraham hann var enn í Mesópótamíu, áður en hann settist að í Haran og sagði við hann: Far þú burt úr landi þínu og frá ættfólki þínu til landsins sem ég mun vísa þér á. Þá fór hann burt úr Kaldíalandi og settist að í Haran. En eftir lát föður hans
leiddi Guð hann þaðan til þessa land sem þér nú byggið. Ekki gaf hann honum óðal hér, ekki eitt fótmál, en hann hét honum að gefa honum landið til eignar og niðjum hans eftir hann, þótt hann væri enn barnlaus. Guð sagði að niðjar hans mundu búa sem útlendingar í ókunnu landi og verða þjáðir og þrælkaðir í 400 ár. En þjóðina sem þrælkað þá mun ég dæma, sagði Guð, og eftir það munu þeir fara þaðan og þjóna mér á þessum stað. Þá gaf hann honum sáttmála umskurnarinnar. Síðan gat Abraham Ísak og umskar hann á 8. degi og Ísak gat Jakob og Jakob ættfeðurna 12. Og ættfeðurnir öfunduðu Jósef og seldu hann til Egyptalands, en Guð var með honum. Frelsaði hann úr öllum þrengingum hans og veitti honum hilli og visku í augum Faraós, Egyptalandskonungs, svo að hann skipaði hann höfðingja yfir Egyptaland og yfir allt sitt hús. Nú kom hallari á öllu Egyptalandi og Kanaan og mikil þrenging og feður voru höfðu ekki lífsbjörg. En Jakob heyrði að korn væri til á Egyptalandi, sendi hann feður voru að þanga til fyrra sinn. Og í síðara skipti gaf Jósef sig fram við bræður sína og Faraó var kunn ætt Jósefs. En Jósef sendi eftir Jakobi föður sínum og öllu ættfólki sínu 75 manns. Og Jakob fór suður til Egyptalands. Þar andaðist hann og feður vorir. Þeir voru fluttir til Síkem og lagðir í grafreitin Abraham hafi keypt fyrir silfur af sonum Hemos í Síkem. Nú tók að nálgast sá tími ræta skildi fyrirheitið sem Guð hafi gefið Abraham. Fólkið hafi vaxið og margfaldast í Egyptalandi. Þá hófst til ríkis þar annar konungur eigi vissi skinn á Jósef. Hann beitti kynvortslægð og lék feður vora illa. Hann lét þá bera út ungbörn sín til þess að þjóðin skildi eigi lífi halda. Þessar mundir fæddist Móse og var forkunar fríður. 3 mánuði var hann fóstbræður í húsi föður síns. En hann var útborinn, tók dóttir Faraós hann og fóstraði sem sinn son. Móse var fræddur í allri speki í Egypta og hann var máttugur í orðum sínum og verkum. Þegar hann var fertugur að aldri, kom honum í hug að vekja bræðra sinna Ísraelsmanna. Hann sá einn þeirra verða fyrir ójöfnuði og rétti hann hlut hans, hendi þess sem meingerðina þoldi og drap Egyptan. Hann hugði að bræður hans myndu skilja að Guð ætlaði að nota hann til að bjarga þeim, en þeir skildu það ekki. Næsta dag kom hann að 2 þeirra sem slógust. Hann reyndi að stilla til friðar með þeim og sagði: Góðir menn, þið eru bræður, hví eigist þið illt við? En sá sem beitti náunga sinn órétti, hratt honum frá sér og sagði: Hver skipaði þig höfðingja og dómara yfir okkur? Þú vilt þú ekki vilja drepa mig eins og þú drafst Egyptan í gær. Við þessi orð flýði Móse og settist að sem útlendingur í Mídíanslandi. Þar gat hann 2 sonu. Að 40 árum liðnum birtist honum engill í eyðimörk Sínaífjalls í logandi þyrnirunna. Móse undraði sýnina, gekk nær og vildi hyggja að. Þá hljómaði rödd Drottins: Ég Guð feðra þinna, Guð Abrahams, Ísaks og Jakobs. En Móse skelfdist og þorði ekki að hyggja frekar að, en Drottinn sagði við hann: Leys af þér skó þína, því að staðurinn sem þú stendur á heilög jörð. Ég hef sannlega séð áþján líðs míns á Egyptalandi og heyrt andvörp þeirra og ofan komin að frelsa þá. Kom nú, ég vil senda þig til Egyptalands. Þennan Móse þeir afneituðu með því að segja: Hver skipaði þig höfðingja og dómara? Hann sendi Guð, sem höfðingja og lausnara
með fulltingi engilsins honum birtist í þyrnirunanum. Það var Móses sem leiddi þá út og gjörði undur og tákn á Egyptalandi, í Rauðahafinu og á eyðimörkinni í 40 ár. Þessi sá Móses sem sagði við Ísraelsmenn: Spámann eins og mig mun Guð uppvekja yður, einn af bræðrum yðar. Hann sá sem var í söfnuðinum í eyðimörkinni, með englinum við hann talaði á Sínaífjalli og með feðrum vorum. Hann tók á móti lifandi orðum að gefa oss, eigi vildu feður voru hlýðnast honum, heldur hlundu honum frá sér og þráði í hjörtum sínum Egyptaland. Þeir sögðu við Aron: gjör oss Guði fyrir oss fari, því að ekki vitum við hvað orðið af Móse þeim sem leiddi oss brott af Egyptalandi. Og á þeim dögum smíðuðu þeir kálf, færðu skurðgoðinu fórn og kættust af verki handa sinna. En Guð sneri sér frá þeim og lét þeim eftir að dýrka Herr himinsins, eins og ritað í spámannabókinni. Nei, þér báruð búð Móroks. Vitnisburðartjaldbúðina höfðu feður vorir í eyðimörkinni. Hún var gjörð eins og sá bauð við Móse mælti eftir þeirri fyrirmynd sem Móse sá. Við henni tóku og feður voru fluttu hana, með Jósúa inn í landið sem þeir tóku til eignar af heiðingjunum. Guð rak brott undan þeim stóð svo allt til daga Davíðs. Hann fann náð hjá Guði og bað að hann mætti finna bústaðir Jakobs Guð. En Salómon reisti honum hús. En eigi býr hinn hæsti í því sem með höndum gjört. Spámaðurinn segir: Himinn hásæti mitt. Hefur ekki hönd mín skapað allt þetta? Þér harðsvíraðir og óumskornir í hjörtum og á eyrum þér standið ávallt gegn heilugum anda, þér eins og feður yðar. Hver var sá spámaður sem feður yðar ofsóttu eigi? Þeir drápu þá boðuðu fyrirfram komi hins réttláta, og nú hafið þér svikið hann og myrt. Þér sem lögmálið fenguð fyrir umsýslan engla, en hafið þó eigi haldið það. Þegar þeir heyrðu þetta, trylltust þeir og gnýstu tönnum gegn honum. En hann horfði til himins, fullur af heilugum anda, og leit dýrð Guðs og Jesú standa til hægri handar Guði og sagði: Ég sé himnana opna og mannssoninn standa til hægri handar Guði. Þá æptu þeir hástöfum, héldu fyrir eyrum og réðust að honum, allir sem einn maður. Þeir hröktu hann út úr borginni og tóku að grýta hann. En vottarnir lögðu yfirhafnir sínar að fótum ungum manni, Sál hét. Þannig grýttu þeir Stefán, en hann ákallaði Drottinn og sagði: Drottinn Jesús, meðtak þú anda minn. Síðan féll hann á kné og rópaði hárri röddu: Drottinn, lát þá ekki gjalda þessara syndar. Þegar hann hafði þetta mælt, sofnaði hann. Sá lét sér vel líka líflát hans.
Guðrætnir menn greftruðu Stefán og hafðu sorgarathöfn mikla, en Sál gjörði sér allt þarum að uppræta söfnuðinn. Hann óð inn í hvert hús, dró þaðan bæði karla og konur og lét setja í varðhald. Þeir sem dreifst höfðu fóru víðsvegar og fluttu fagnaðarerindið. Filippus fór norður til höfuðborgar Samaríu og prédikaði Krist þar. Menn hlýddu með athygli á orð Filippusar, þegar þeir heyrðu hann tala og sáu táknin sem hann gjörði. Margir höfðu óhreina anda og fóru þeir út af þeim með ópi miklu og margir lamamenn og haltir voru læknaðir. Mikill þöggveður varð í þeirri borg. Maður nokkuð Símon að nafni var fyrir í borginni. Það lagði stund á töfra og vakti hrifningu fólksins í Samaríu. Hann þóttist vera næsta mikill. Allir flykktust til hans, háir og lágir, og sögðu: Þessi maður kraftur Guðs, sá hinn mikli. En því flykktust menn hann að hann hafði lengi heillað þá með töfrum. Nú trúðu menn Filippusi þegar hann flutti fagnaðarerindið Guðs ríki og nafn Jesú Krists og létu skýrast, bæði karlar og konur. Meira að segja Símon tók trú. Hann var skýrður og gjörðist mjög fylgisamur Filippusi og hann sá tákn og mikil kraftaverk gjörast, var hann frá sér numinn. Þegar postularnir í Jerúsalem heyrðu að Samaría hefði tekið við orði Guðs, sendu þeir til þeirra þá Pétur og Jóhannes. Þeir fóru norður þangað og báðu fyrir þeim að þeir vættu öðlast heilagan anda, því að enn var hann ekki kominn yfir neitt þeirra. Þeir voru aðeins skýrðir til nafns drottins Jesú. Nú lögðu þeir hendur yfir þá og fengu þeir heilagan anda. En Símon sá að heilagur andi veittist fyrir handayfirlagning postulana, bauð hann þeim fé og sagði: Gef einnig mér þetta vald, að hver sá ég legg hendur yfir, fái heilagan anda. En Pétur svaraði: Þrífist aldrei silfur þitt, né sjálfur þú, fyrst þú hugðist eignast gjöf Guðs fyrir fé, eigi átt þú skerf né hlut í þessu, því að hjarta þitt ekki einlægt gagnvart Guði. Snúð því huga þínum frá þessari ílsku þinni og bið Drottinn að þér mætti fyrirgefast hugsun hjarta þíns. Því ég sé að þú ert fullur gallbysku og í fjötrum pranglætis. Símon sagði: Bið ég þér fyrir mér til Drottins, að ekkert komi þar yfir mig sem þér hafið mælt. Ef þeir höfðu nú vitnað og talað orð Drottins, sneru þeir aftur áleiðis til Jerúsalem og boðuðu fagnaðarerindið í mörgum þorpum Samaría. En engill Drottins mælti til Filippusar: Statt upp og gakk suður á veginn sem liggur ofan frá Jerúsalem til Gaza. Þar óbyggð. Hann hlýddi og fór þá bara mann frá Eþíópíu. Hann var hirðmaður og höfðingi hjá Kandake drottningu Eþíópa og settur yfir alla fjárhirslur hennar. Hann hafði farið til Jerúsalem til að biðjast fyrir. Og var á heimleið, sat í vagni sínum og las Jesaja spámann. Andinn sagði þá við Filippus: Gakka þessu magni og værtu sem mest honum. Filippus bundaði þangað og heyrði manninn vera að lesa Jesaja spámann. Hann spurði: Hvort skilur þú það sem þú ert að lesa? Hinn svaraði:
Hvernig ætti ég að geta það ef enginn leiðbeini mér? Og hann bað Filippus stíga upp í og setjast hjá sér. En orð þeirra ritningar sem hann var að lesa voru þessi. Í niðurlægingunni var hann sviptur rétti. Hirðmaðurinn mælti þá við Filippus: Segð þú mér, hvern segir spámaðurinn þetta? Sjálfa sig eða einhvern annan? Filippus tók þá til orða, hóf másaritningu þessari og boðaði honum fagnaðarerindið Jesú. Þegar þeir fóru áfram megin, komu þeir að vatni nokkru. Þá mælti hirðmaðurinn: Hér er vatn. Hvað hamlar mér að skýrast? Hann lét stöðva vagninn og stigu báðir niður í vatnið, Filippus og hirðmaðurinn, og Filippus skýrði hann. En þeir stigu upp úr vatninu, hreif andi drottins Filippus burt. Hirðmaðurinn sá hann ekki framar og fór fagnandi leiðar sinnar. En Filippus kom fram í Asdód, fór og flutti fagnaðarerindið í hverri borg uns hann kom til Sesaríu. En Sál blés en ógnum og mandarápum gegn lærisveinum, drottinn skekkandi lægsta prestsins. Og beittist bréf af honum til samkundanna í Damaskus, að hann mætti flytja í böndum til Jerúsalem. Þá hann kynni að finna og væri þessa vegar, hvort heldur karla eða konur. En þegar hann var á ferð sinni, kominn í nánd við Damaskus, leiftraði skyndilega hann ljós af himni. Hann féll til jarðar og heyrði rödd segja við sig: Sál, Sál, hví ofsækir þú mig? En hann sagði: Hver ert þú, Herra? En statt upp og gakk inn í borgina, og þér mun verða sagt hvað þú átt að gjöra. Förunautar hans stóðu orðlausir. Þeir heyrðu að vísu raustina, en sáu engan. Sá reis á fætur, en þegar hann lauk upp augunum, sá hann ekkert. Þeir leiddu hann við hönd sér inn í Damaskus. 3 daga var hann sjónlaus og át hvorki né drakk. Í Damaskus var lærisveinn nokkur sem hét Ananías. Við hann sagði: Drottinn í sýn, Ananías. Drottinn sagði við hann: Þar þegar í stræti það sem kallað hið beina og í húsi Júdasar skaltu spyrja eftir manni frá Tarsus heitir Sál. Hann að biðja. Og hann hefur í sýn séð mann, Ananías að nafni, koma inn og leggja hendur yfir sig til þess að hann fái aftur sjón. Ananías svaraði: Drottinn, heyrt hef ég marga segja frá manni þessum. Hve mikið illt hann hefur gjört þínum heilögu Jerúsalem, og hér fer hann með vald frá æðstuprestunum að færa í bönd alla þá sem ákalla nafn þitt. Drottinn sagði við hann: Far þú, því að þennan mann hef ég valið mér að verkfæri til þess að bera nafn mitt fram fyrir heiðingja, konunga og börn Ísraels, og ég mun sýna honum hversu mikið hann verður að þona vegna nafns míns. Þá fór Ananías af stað, gekk inn í húsið og lagði hendur yfir hann og mælti: Sál, bróðir, Drottinn hefur sent mig, Jesús sá birtist þér á leið þinni. Hingað, þú átt að fá aftur sjón þína og fyllast heilögum anda.
Jafnskjótt var sem hreistur félli af augum hans. Hann fékk aftur sjónina og lét þegar skýrast. Síðan neytti hann matar og styrktist. Something like scales fell from Saul's eye, and he could see again. Og tók þegar að prédika í samkunduhúsunum að Jesús væri sonur Guðs. Allir þeir sem heyrðu það undruðust stórum og sögðu: Er þetta ekki maðurinn sem í Jerúsalem hugðist eyða þeim kölluðu þetta nafn, kom hann ekki hingað til að fara með þá í böndum til æðstuprestanna? En Sál eldist æ meir og gjörði þá gyðinga sem bjuggu í Damaskus brögþrótta, hann sannaði að Jesús væri Kristur. Að allmörgum dögum liðnum réðu gyðingar með sér að taka hann af lífi. En Sál fékk vitneskju ráðagjörð þeirra. Þeir gættu borgarhliðana nótt og dag til að ná lífi hans. En lærisveinarnir tóku hann nótt og komu honum út fyrir borgarmúrin með því að láta hann síga ofan í körfu. Þá hann kom til Jerúsalem, reyndi hann að samlaga sér lærisveinunum, en þeir hræddust hann allir og trúðu ekki að hann væri lærisveinn. En Barnabas tók hann að sér fór með hann til postulana og skýrði þeim frá hvernig hann hefði séð Drottinn á veginum, hvað hann hefði sagt við hann og hversu einaðlega hann hefði talað í Jesú nafni í Damaskus. Dvaldist hann nú með þeim í Jerúsalem, ekk þar út og inn og talaði einaðlega í nafni Drottins. He told them how Saul on his journey had seen the Lord, and that the Lord had spoken to him, and how in Damascus he had preached fearlessly in the name of Jesus. Hann talaði og háði kappræður við grískumælandi gyðinga, en þeir leituðust við að ráða hann af dögum. Þegar bræðurnir urðu þessa vísir fóru þeir með hann til Sesaríu og sendu hann áfram til Tarsus. Nú hafði kirkjan friðum alla Júdeu, Galíleu og Samaríu. Hún byggðist upp og gekk fram í ótta Drottins og ók við styrkingu heilagsanda. Svo bar við Pétur var að ferðast og vitja allra að hann kom og til hinna heilögu sem áttu heima í Lítu. Þar fann hann mann nokkurn, Eneas að nafni, í 8 ár hafði legið rúmfastur. Hann var lami. Pétur sagði við hann: Eneas, Jesús Kristur læknar þig. Stattu upp og bú þig. Jafnskjótt stóð hann upp. Allir þeir sem áttu heima í Lítu og Saron sáu hann og þeir sneru sér til Drottins. Í Joppe var lærisveinn, kona að nafni Tabitha, á grísku Dorkas. Hún var mjög góðgerðasöm og örlátti snauða, en á þeim dögum tók hún sótt og andaðist. Var hún lauguð og lögð í loftstofu. Nú Líta í grennd við Joppe og hafðu lærisveinarnir heyrt að Pétur væri þar. Sendu þeir 2 menn til hans og báðu hann: Kom án tafar til vor. Pétur brá við og fór með þeim. Þegar þangað fóru þeir með hann upp í loftstofuna og allar ekkjurnar komu til hans, grátandi, og sýndu honum kirtla og yfirhafnir sem Dorkas hafði gjört meðan hún var hjá þeim. En Pétur lét alla fara út fjall á kné og baðst fyrir, síðan sneri hann sér að líkinu og sagði: Tabitha, rís upp. En hún opnaði augun, sá Pétur og settist upp. Og hann rétti henni höndina og reisti hann á fætur, kallaði síðan á hina heilugu og ekkjurnar og leiddi hana fram lifandi. Turning toward the dead woman, he said, Tabitha, get up. She opened her eyes, and seeing Peter, she sat up. Þetta var hljóðbært alla Joppe og margir tóku trú á Drottinn. Then he called the believers and the widows and presented her to them alive. Var Pétur hirt í Joppe allmarga daga hjá Símoni nokkrum sútara. Many people believed in the Lord. Maður nokkur var í Sesaríu, Kornelíus að nafni, hundraðshöfðingi í ítölsku hersveitinni. Hann var trúmaður og dýrkaði Guð
og heimafólk hans allt gaf hann lýðnu miklar ölmusur og var jafnan á bæn til Guðs. Dag einn nón sá hann berlega í sýn engil Guðs koma inn til sín sagði við hann: Kornelíus. Hann starði á hann, varð óttasleginn og sagði: Hvað það, Herra? Send þú nú menn til Jóppe og lát sækja Símon okkur kallast Pétur. Hann gistir hjá Símoni nokkrum sútara sem á hús við sjóinn. Þegar engillinn sem talaði við hann var farinn, kallaði hann á 2 heimamenn sína og guðrækinn Hermann. Einn þeirra honum voru handgengnir, sagði þeim frá öllu og sendi þá til Jóppe. Daginn eftir þeir voru á leiðinni og nálguðust bæinn, gekk Pétur upp á húsþakið hádegi til að biðjast fyrir. Hjendi hann þá hungur svo vildi matast. En meðan verið var að matiða varð hann frá sér numinn, sá himinin opinn og hlut nokkur koma niður. Líka hann stórum dúki. Var hann látinn síga til jarðar á 4 skautum. Þar voru á alls kyns ferfætt dýr. Skriðdýr jarðar, svo og fuglar himins, og honum barst rödd: Slátra nú Pétur og et. Pétur sagði: Nei, drottinn, engan veginn. Aldrei hefur etið neitt vanheilagt né óhreint. Aftur barst honum rödd: Eigi skalt þú kalla það vanheilagt sem Guð hefur lýst hreint. Þetta gjörðist 3 sinnum og jafnskjótt var hluturinn uppnuminn til himins. Meðan Pétur var að reyna að ráða í hvað þessi sýn ætti að merkja, höfðu sendimenn Kornelíusar spurt upp í hús Símonar. Nú stóðu þeir fyrir dyrum úti og kölluðu: Símon sá nefnist Pétur gestur hér. Pétur var enn að hugsa sýnina þegar andinn sagði við hann: Menn að leita þín. Flýtir nú ofan og far hiklaust með þeim, því að ég sent á. Pétur gekk það miður til mannanna og sagði: Ég sá sem þér leitið að. Hvers vegna þér komnir hér? Þeir sögðu: Kornelíus, 100-sæðingi, réttlátur maður og guðhræddur og orðsæll af allri gyðinga, þjóð fékk bendingu frá heilögum engli að senda eftir þér og fá þig heim til sín og heyra hvað þú hefðir að flytja. Þá bauð hann þeim inn og lét þá gista. Næsta dag komu þeir til Sesaríu. Kornelíus bjóst við þeim og hafði boðið til sín frændum og virtavinum. Þegar Pétur kom, fór Kornelíus á móti honum, féll til fóta honum og veitti honum notningu. Pétur reisti hann upp og sagði: Stattu upp, ég maður sem þú. Og hann ræddi við hann og gekk inn og fann þar marga menn saman komna. Hann sagði við þá: Ég vitið að gyðingi bannað að eiga samneyti við annarar þjóðarmann eða að koma til hans, en Guð hefur sýnt mér að ég á engan að kalla vanheilaðan eða óhreinan. Fyrir því kom ég mótmælalaust eftir mér var sent. Nú spyr ég hvers vegna þeir sendu eftir mér. Kornelíus mælti: Í þetta mund fyrir 4 dögum var ég að biðjast fyrir að nómi í húsi mínu. Þá stóð maður frammi fyrir mér í skínandi klæðum og mælti: Kornelíus, bæn þín heyrð og Guð hefur minnst aumusugjörða þinna. Nú skal þú senda til Jóppe eftir Símoni kallast Pétur. Hann gistir í húsi Símonar sútara við sjóinn. Því sendi ég jafnskjótt til þín og vel gjörðir þú að koma. Nú mér hér allir fyrir augsýn Guðs til að heyra allt sem drottinn hefur boðið þér. Þá tók Pétur til máls og sagði: Sannlega skil ég nú að Guð fer ekki í manngreinaránlit. Hann tekur opnum örmum hverjum þeim sem óttast hann og ástundar réttlæti, hverrar þjóðar sem Ofðið sem hann sendi börnum Ísraels, þá hann flutti fagnaðarbóðinum fyrir Jesú Krist, sem drottinn allra þekki þér. Þér viti hvað gjörst hefur alla Júdeu, en hófst í Galíleu eftir skírnina sem Jóhannes prédikaði. Það sagan Jesú frá Nasaret,
hvernig Guð smurði hann heilugum anda og krafti. Hann gekk gjörði gott og græddi alla sem af djöflinum voru undirokaðir, því Guð var með honum. Ég vottar alls þess hann gjörði, bæði í landi gyðinga og í Jerúsalem, og hann hengdu þeir upp á tré og tóku af lífi. En Guð uppvakti hann á 3. degi og lét hann birtast, ekki öllum lýðnum, heldur þeim vottum sem Guð hafi áður kjörið oss, sem átum og drukkum með honum eftir að hann var isinn upp frá dauðum. Og hann bauð oss að prédika fyrir lýðnum og vitna að hann sá dómari lifenda og dauðra sem Guð hefur fyrirhugað. Honum bera allir spámennirnir vitni að sérhver sem á hann trúir fái fyrir hans nafn fyrirgefningu syndana. Meðan Pétur var enn að mæla þessi orð, kom heilagur andi yfir alla þá orðið heyrðu. Einir trúuðu gyðingar sem komu höfðu með Pétri urðu furðu lostnir að heilugum anda, gjöf Guðs, skyldi einnig útelt yfir heiðingjana, því þeir heyrðu þá tala tungum og mikla Guð. Þá mælti Pétur: Hver getur varnað þess að þeir verði skírðir í vatni? Þeir hafa fengið heilagan anda sem og hann bauð að þeir skyldu skírðir verða í nafni Jesú Krists. Síðan báðu þeir hann að standa við í nokkra daga. En postularnir og bræðurnir í Júdeu heyrðu að heiðingjarnir hefðu einnig tekið við orði Guðs. Þegar Pétur kom upp til Jerúsalem, deildu umskurnar-mennirnir á hann og sögðu: Þú hefur farið inn til óumskorinna manna og etið með þeim. En Pétur sagði þeim þá alla söguna frá rótum og mælti: Ég var að byrjast fyrir í borginni Joppi og sá frá mér numin sýn, flaut nokkur koma niður, eins og stór dúkur væri látin síga á 4 skautum frá himni, og hann kom til mín. Ég starði á hann og hugði að, og sá þá ferfætt dýr jarðar, villidýr, skriðdýr og fugla himins. Og ég heyrði rödd segja við mig: Slátra nú Pétur og et. En ég sagði: Nei, drottin, engan veginn, því að aldrei hefur neitt vanheilagt né óhreint komið mér í munn. Í annað sinn sagði rödd af himni: Eigi skalt þú kalla það vanheilagt sem Guð hefur lýst hreint. Þetta gjörðist 3 sinnum og aftur var allt dregið upp til himins. Samstundis stóðu 3 menn við húsið sem ég var í, sendir til mín frá Sesareu, og andinn sagði mér að fara með þeim hiklaust. Þessir 6 bræður urðu mér einnig samferða, og við gengum inn í hús mannsins. Hann sagði oss hvernig hann hefði séð engil standa í húsi sínu sagði: Send þú til Joppi og lát sækja Símon kallast Pétur. Hann mun orð til þín mæla, og fyrir þau munt þú hólpin verða og allt heimilið þitt. En þegar ég var farin að tala, kom heilagur andi yfir þá, eins og yfir oss í upphafi. Ég minntist á orða drottins hann sagði: Jóhannes skírði með vatni, en þér skuluð skírðir verða með heilugum anda. Fyrst Guð gaf þeim nú sömu gjöf og oss við tókum trú á drottin Jesú Krist, hvernig var ég þá þess umkomin að standa gegn Guði? Þegar þeir heyrðu þetta, stilltust þeir, og þeir vegsumuðu Guð og sögðu: Guð hefur þá einnig gefið heiðingjunum afturhvarf til lífs. Þeir sem dreifst höfðu vegna ofsóknarinnar sem varð út af Stefáni fóru allt til Fönikíu, Kýpur og Antíokkíu, en gyðingum einum fluttu þeir orðið. Nokkrir þeirra voru frá Kýpur og Kýrene, og þeir komu til Antíokkíu, tóku þeir einnig að tala til Grikkja og boða þeim fagnaðarerindið drottin Jesú.
og hönd drottins var með þeim og mikill fjöldi tók trú og sneri sér til drottins. went to Antioch and began to speak to Greeks also, telling them the good news about the Lord Jesus. Og frægninum þá barst til eyrna safnaðarins í Jerúsalem og þeir sendu Barnabas til Antíokkíu. Þegar hann kom og sá verk Guðs, náðar gladdist hann og hann áminnti alla að halda sér fast við Drottinn af öllu hjarta. They sent Barnabas to Antioch. Því hann var góður maður fullur af heilugum anda og trú og mikill fjöldi manna gafst Drottni. and encouraged them all to remain true to the Lord with all their hearts, Þá fór hann til Tarsus að leita Sál uppi. full of the Holy Spirit and faith. And a great number Þegar hann hafði fundið hann, fór hann með hann til Antíokkíu. Þeir voru síðan saman heilt ár í söfnuðinum og kenndu fjölda fólks. Í Antíokkíu voru lærisveinarnir fyrst kallaðir kristnir. Á þessum dögum komu spámenn frá Jerúsalem til Antíokkíu. taught great numbers of people. Einn þeirra, Agabus að nafni, steig fram og af gift andans sagði hann fyrir að mikil hungursneið myndi koma yfir alla heimsbyggðina. Kom það fram á dögum Kládíusar, en lærisveinarnir samþykktu þá að hver þeirra skildi eftir efnum, senda nokkuð til hjálpar bræðrunum sem bjuggu í Júdeu. Men would spread over the entire Roman world. This happened during the reign of Claudius. Þetta gjörðu þeir og sendu það til öldungana með þeim Barnabasi og Sál. Living in Judea. Þessar mundir lét Heródes konungur leggja hendur á nokkra úr söfnuðinum og meistirma þeim. Hann lét höggva Jakob bróður Jóhannesar með sverði. Arrested some who belonged to the church, intending to persecute them. Og hann sá að gyðingum líkaði vel, lét hann einnig taka Pétur. Þá voru dagar ósíðu brauðanna. Þegar hann hafði handtekið hann, lét hann setja hann í fangelsi og fól 4 hermanna varðflokkum að gæta hans. Ætlaði hann eftir páska að leiða hann fram fyrir lýðinn. Sat nú Pétur í fangelsinu, en söfnuðurinn bað heitt til Guðs fyrir honum. 4 squads of 4 soldiers each. Herod intended to bring him out for public trial after Nóttina áður en Heródes ætlaði að leiða hann fram, svaf Pétur milli 2 hermanna, bundinn 2 fjötrum og varðmenn fyrir dyrum úti gættu fangelsisins. Allt í einu stóðu engill Drottins hjánum og ljós skein í klefanum. Laust hann á síðu Pétri, vakti hann og melti: Rís upp skjótt, og fjötrarnir féllu af höndum hans. Þá sagði engillinn við hann: Girð þig og bind á þig skóna. Hann gjörði svo. Síðan segir engillinn: Far þú í yfirhöfn þína og fylg mér. Hann gekk út og fylgdi honum, en ekki vissi hann að það var raunverulegt sem gjörst hafði við komu engilsins. Hann hélt sig sjá sín. Þeir gengu nú fram hjá innri og ytri verðinum og komu að járnhliðinu sem farið til borgarinnar lukstað upp á sjálfu sér fyrir þeim. Þeir fóru út það og gengu eitt stræti, en þá hvarf engillinn allt í einu frá honum. Þegar Pétur kom til sjálf sín, sagði hann: Nú veit ég sannlega að Drottinn hefur sent engil sinn og bjargað mér úr hendi Heródesar og frá allri ætlan gyðingalýðs.
Og hann hafi áttað sig, gekk hann að húsi Maríu, móður Jóhannesar kallast Markús. Þar höfðu margir safnast saman og voru á bæn. Hann knúði hurð fordyrisins og stúlka að nafni Róti gekk til dyra. Þegar hún þekkti málróm Péturs, gáði hún eigi fyrir fögnuði að ljúka upp fordyrinu, heldur hljópinn og sagði að Pétur stæði fyrir dyrum úti. Þeir sögðu við hana: Þú ert frávita. En hún stóð fast á því að svo væri sem hún sagði. Það þá engill hans, sögðu þeir. En Pétur hélt áfram að berja og þegar þeir luku upp, sáu þeir hann og urðu furðu lostnir. Hann benti þeim með hendinni að vera hljóðir, skýrði þeim frá hvernig drottinn hafði leitt hann út úr fangelsinu og bað þá segja Jakobi og bræðrunum frá þessu. Síðan gekk hann út og fór í annan stað. Þegar dagur rann, kom ekki lítið fát á hermennina út af því hvaða Pétri væri orðið. Heródes lét leita hans, en fann hann ekki. Hann lét þá yfirheyra varðmennina og bauð síðan að taka þá af lífi. Síðan fór hann úr Júdeu niður til Sesariðu og sat þar kyrrt. Heródes hafði verið harla, gramur Tyrverjum og Sídóningum komu þeir saman á fund hans, fengu blastu stallara konungs til fylgis við sig og báðust friðar, en land þeirra var háð landi konungsum Mistaföng. Á tilsettum degi klæddist Heródes konungskrúða, settist í hásæti og flutti þeim ræðu. En líðurinn kallaði Guðs rödd þetta en eigi manns. Jafnskjótt laust engir drottins hann, sökum þess að hann gaf ekki Guði dýrðina. Hann varð ormitinn og dó. En orð Guðs eldist og breiddist út. Barnabas og Sál sneru aftur frá Jerúsalem að loknu erindi sínu og tóku með sér Jóhannes, öðru nafni, Markús. Í söfnuðinum í Antíókíu voru spámenn og kennarar. Þar voru þeir Barnabas, Símeon, nefndur Níger, Lúkíus frá Kýrene, Manaen, samfóstri Heródesar, fjórðungsstjóra og Sál. Eitt sinn þeir voru að þjóna drottni og föstuðu, sagði heilagur andi skilið frá til landa. Þá Barnabas og Sál til þess verks sem ég hef kallað þá til. Síðan föstuðu þeir og báðust fyrir, lögðu hendur yfir þá og létu þá fara. Þeir fóru sendir að heilugum anda til Selefkíu og sigldu þaðan til Kýpur. Þegar þeir voru komnir til Salamis, boðuðu þeir orð Guðs í samkunduhúsum gyðinga. Höfðu þeir og Jóhannes til aðstóðar. Þeir fóru alla eina, allt til Pafos. Þar fundu þeir töframann nokkurt og falsbámann, gyðing hét Bar-Jesús. Hann var hjá landstjóranum, Sergíusi Páli, hygnum manni, sem hafði boðað þá Barnabas og Sál á fund sinn og fýsti að heyra Guðs orð. Einn þeim stóð Elímas, töframaðurinn. En svo nafn hans útlagt, reyndi hann að gjöra landstjóran frá hverfan trúnni. En Sál, sem og nefndur Páll, hvæsti á hann augun og sagði fylltur heilugum anda: Þú djöfulssonur, fullur allra véla og flærðar, óvinur alls réttlætis, ætlar þú aldrei að hætta að ránsnúa réttum vegum drottins. Nú hönd drottins reidd gegn þér og þú munt verða blindur og ekki sjá sól tíma. Þegar landstjórinn sá þennan atburð, varð hann gagntekinn að kenningu drottins og tók trú. Þeir Páll lögðu út frá Pafos og komu til Perge í Pamfíu, en Jóhannes skildi við þá og sneri aftur til Jerúsalem.
Sjálfir héldu þeir áfram frá Perge og komu til Antíokkíu í Pisidíu, gengu á hvíldardegi inn í samkunduhúsið og settust. En eftir uppblæstur úr lögmálinu og spámönnunum sendu samkundustjórarnir til þeirra og sögðu: Bræður, ef þér hafið einhver hvatningarorð til fólksins, takið þá til máls. Þá stóð Páll upp, benti til hljóðs með hendinni og sagði: Brothers, if you have a message of encouragement for the people, please speak. Guð lífs þessa Ísraels útvaldi feður vora og hóf upp lífin í útlegðinni í Egyptalandi með upplyftum armi leiddi hann þá út þaðan. Og 40 ára skeið fóstraði hann þá í eyðimörkinni. Hann stökkti burt 7 þjóðum úr Kanaanslandi og gaf þeim land þeirra til eignar, svo stóðum 450 ára skeið. Síðan báðu þeir konung og Guð gaf þeim Sál Kísson, mann af Benjamínshætt. Hann ríkti í 40 ár. Þegar Guð hafði sett hann að, hóf hann Davíð til konungs yfir þeim hann vitnaði hann. Ég hef fundið Davíð, son Ísai, mann eftir mínu hjarta, gjöra mun allan vilja minn. Af kyni hans sendi Guð Ísrael frelsara Jesú samkvæmt fyrirheiti. En áður en hann kom fram boðaði Jóhannes öllum Ísraelslíð yfirrunarskeið. Þegar Jóhannes var að enda skeið sitt sagði hann: Hvern hyggið þér mig vera? Ekki ég hann. Annar kemur eftir mig og ég eigi verður þess að leysa skó af fótum honum. Æður, niðjar Abrahams og aðrir yðar á meðal sem óttist Guð. Oss sent orð þessa hjálpræðis. Þeir sem í Jerúsalem búa og höfðingjar þeirra þekktu hann eigi né skildu orð spámannanna sem upp lesin hvern hvíldardag, en uppfylltu þau með því að dæma hann. Þótt þeir fyndi enga dauðasök hjá honum, báðu þeir Pílatus að láta lífláta hann. En þeir höfðu fullnaf allt sem hann var ritað, tóku þeir hann ofan af krossinum og lögðu í gröf, en Guð vakti hann frá dauðum. Marga daga birtist hann þeim sem með honum fóru frá Galíleu upp til Jerúsalem, og þeir nú vottar hans hjá fólkinu, og við flytjum yfir þau gleðiboð. Af fyrirheitið sem Guð gaf feðrum vorum hefur hann endið á spörn þeirra með því að reisa Jesú upp. Svo ritað í öðrum salminum. En það að hann reisti hann frá dauðum, svo að hann hverfur aldrei aftur í greipar dauðans, hefur hann talað þannig. Á öðrum stað segir: Davíð þjónaði sinni kynslóð að Guðs ráði. Síðan sofnaði hann, safnaðist til feðra sinna og varð rotnun að bráð. En sá sem Guð uppvakti varð ekki rotnun að bráð. Það skulu þér því vita, bræður, að yður fyrir hann boðið fyrirgefning syndanna. Og að sérhver trúir réttlætist í honum af öllu því lögmál Móse gat ekki réttlætt yfir af. Gæti nú þess að eigi komið það yfir yður sem sagt hjá spámannunum. Sjáuð þér, spottarar,
Þegar þeir gengu út, báðu menn að mál þetta yrði rætt við þá aftur næsta hvíldardag. Og samkomunni var slitið fylgdu margir gyðingar og guðræknir menn sem tekið höfðu trú gyðinga, þeim Páli og Barnabasi, en þeir töluðu við þá og brýndu fyrir þeim að halda sér fast í náð Guðs. Næsta hvíldardag komu nálega allir bæjarmenn saman til að heyra orð Drottins. En gyðingar litu mannfjöldan, fylltust þeir ofstæki og mæltu gegn orðum Páls með guðlasti. Páll og Barnabas svöruðu þá einarlega svo hlaut að vera að orð Guðs væri fyrst flutt yður, þar sem þér nú vísið því á bug og metið sjálfa yfir ekki verða eilífs. Þá snúum ég oss nú til heiðingjana. Því að svo hefur Drottinn boðið oss. Þegar heiðingjar heyrðu þetta, glöddust þeir og vefsumuðu orð Guðs, og allir þeir sem ætlaðir voru til eilífs lífs tóku trú. Og orð Drottins breiddist út allt héraðið. En gyðingar æstu upp guðræknar hefðarkonur og fyrirmenn borgarinnar og vöktu ofsókn gegn Páli og Barnabasi og ráku þá burt úr byggðum sínum. En þeir hristu dustið af fótum sér móti þeim og fóru til Íkoníum. En lærisveinarnir voru fylltir fögnuði og heilugum and. Í Íkoníum gengu þeir á sama hátt inn í samkundu gyðinga og töluðu þannig að mikill fjöldi gyðinga og Grikkja tók trú. En vantrúa gyðingar vöktu æsing með heiðingjum og illan hug gegn bræðrunum. Dvöldust þeir þar allangan tíma og töluðu djarflega í trausti til Drottins, sem staðfesti orð náðar sinnar með því að láta tákn og undur gerast fyrir hendur þeirra. Skiptust nú borgarbúar í 2 flokka og voru sumir með gyðingum, aðrir með postulunum. Heiðingjar og gyðingar gjörðu ásamt yfirvöldum sínum samblástur að misþyrma þeim og grýta þá. Þeir komust að þessu og flýðu til borganna Lýstru og Derbe í Líkáníu og héraðsins umhverfis. Þar héldu þeir áfram að flytja fagnaðarerindið. Í Lýstru var maður nokkur, máttvana í fótum, lami frá móðurlífi og hafði aldrei getað gengið. Maður þessi heyrði á mál Páls, en Páll horfði á hann og sá að hann hafði trú til þess að verða heill. Og sagði hárri röstu: Rísu upp og stattu í fæturna. Hann spratt upp og tók að ganga. Múgurinn sá hvað Páll hafði gjört og tók að hrópa á líkánsku: Guðirnir eru í manna líki stignir niður til vor. At that, the man jumped up and began to walk. Kölluðu þeir Barnabas Seif en Pál Hermes, því að hann hafði orð fyrir þeim. En prestur í hofi Seifs, utan borgar, kom með naut og kransa að borgarhliðunum og vildi færa fórnir ásamt fólkinu. Þegar postularnir Barnabas og Páll heyrðu þetta, rifu þeir klæði sín, stukku inn í mannþröngina og hrópuðu: Menn, hví gjörið þér þetta, menn eru mér sem þér yðar líkar og flytjum yfir þau fagnaðarboð að þér skuluð hverfa frá þessum fámítu goðum til lifanda Guðs, sem skapaði himinn, jörð og haf og allt sem í þeim er,
Hann hefur lenar aldir leyft að sérhver þjóð gengi sína vegu. We two are only men. Human like you. We are bringing you good news. Telling you to turn from these worthless things to the living God who made heaven and earth and sea and everything in them. En þó hefur hann vitnað sjálfan sig með velgjörðum sínum. Hann hefur gefið yfir regnað himni og uppskeið yfir. Hann hefur veitt yfir fæðu og fyllt hjörtu yfir gleði. Með þessum orðum fengu þeir með naumundum fólkið ofan af því að færa þeim fórnir. He has shown kindness by giving you rain from heaven and crops in their seasons. He provides you with plenty of food and fills your hearts with joy. Þá komu gyðingar frá Antíokkíu og Íkoníum. Töldu þeir fólkið á sitt mál og menn grýttu Pál. Drógu hann út úr orginni og hugðu hann dáinn, en lærisveinarnir slógu hring hann og reis hann þá upp og gekk inn í borgina. Daginn eftir fór hann þaðan með Barnabasi til Derbe. They stoned Paul and dragged him outside the city, thinking he was dead. Þegar þeir höfðu boðað fagnaðarerindið í þeirri borg og gjört marga að lærisveinum, sneru þeir aftur til Lýstrur, Íkoníum og Antíokkíu. Styrktu lærisveinana og hvöttu þá til að vera staðfastir í trúnni. Þeir sögðu: Vér verðum að ganga inn í Guðs ríki gegnum margar þrengingar. Þeir völdu þeim öldunga í hverjum söfnuði, fólu þá síðan með föstum og bænahaldi, drottni sem þeir höfðu fest trú á. Þá fóru þeir Pisidíu og komu til Pamfílíu. Þeir fluttu orðið í Perge, fóru til Attalíu og sigldu þaðan til Antíokkíu, en þar höfðu þeir verið faldir náð Guðs til þess verks sem þeir höfðu nú fullnað. Þegar þeir voru þangað komnir, stefndu þeir saman söfnuðinum og greindu frá hversu mikið Guð hafi látið þá gjöra og að hann hefði upplokið dyrum trúarinnar fyrir heiðingjum. Dvöldust þeir nú alllengi hjá lærisveinunum. Þá komu menn sunnan frá Júdeu og kenndu bræðrunum: Svo eigi getið þér hólpnir orðið, nema þér látið umskýrast að sem Móse. Varð mikil misklíð og þræta milli þeirra og Pál og Barnabasar og réðu menn af að Páll og Barnabas og nokkrir þeirra aðrir færu á fund postulana og öldungana upp til Jerúsalem vegna þessa ágreinings. Söfnuðurinn bjó síðan ferð þeirra og fóru þeir Fönikíu og Samaríu og sögðu frá afturhvarfi heiðingjana og vöktu mikinn fögnuð meðal allra bræðranna. Þegar þeir komu til Jerúsalem, tók söfnuðurinn á móti þeim og postularnir og öldungarnir og skýrðu þeir frá hversu mikið Guð hefði látið þá gjöra.
Þá risu upp nokkrir úr flokki farisea trú höfðu tekið og sögðu: þá ber að umskera og bjóða þeim að halda lögmál Móse. Postularnir og öldungarnir komu nú saman til að líta á þetta mál. Eftir mikla umræðu reis Pétur upp og sagði við þá: bræður, þér vitið að Guð kaus sér það fyrir löngu yðar á meðal að heiðingjarnir skyldu fyrir munn minn heyra orð fagnaðarerindisins og taka trú, og Guð sem hjörtun þekkir bar þeim vitni hann gaf þeim heilagan anda eins og oss. You know that some time ago God made a choice among you, that the Gentiles might hear from my lips the message of the gospel and believe. Engan mun gjörði hann á oss og þeim hann hreinsaði hjörtu þeirra með trúni. Hví freistið þér nú Guðs með því að leggja ok á háls lærisveinanna hvorki feður vorir né vér megnuðum að bera. Við trúum þó því að við verðum hólpnir fyrir náð Drottins Jesú á sama hátt og þeir. Þá sló þögn á allan hópinn og menn hlýddu á Barnabas og Pál þeir sögðu frá hve mörg tákn og undur Guð hafði látið þá gjöra meðal heiðingjanna. Þegar þeir höfðu lokið máli sínu sagði Jakob: bræður, hlýðið á mig. Símon hefur skýrt frá hvernig Guð sá til þess í fyrstu að hann eignaði hlíð meðan heiðinna þjóða bæri nafn hans. Í samræmi við þetta eru orð spámannanna svo sem ritað Simon has described to us how God at first showed his concern by taking from the Gentiles a people for himself. Eftir þetta mun ég aftur koma. Prophets are in agreement with this, as it is written. Svo að mennirnir sem eftir eru leiti Drottins. David's fallen tent. Its ruins I will rebuild and I will restore it. Kunnugt frá eilíð. The remnant of men may seek the Lord, and all the Gentiles who bear my name. Ég lít því svo á að eigi skuli íþyngja heiðingjum þeim snúa sér til Guðs. Heldur rita þeim að þeir haldi sér frá öllu sem flekkað af skurðgoðum, frá saurlifnaði, frá kjöti af köfnuðum dýrum og frá blóði. Frá fornu fari hafa menn prédikað Móse í öllum borgum. Hann lesin upp í samkundunum hvern hvíldardag. Postularnir og öldungarnir á samt öllum söfnuðinum samþyktu þá að kjósa menn úr sínum hópi og senda með Páli og Barnabasi til Antíokkíu. Þá Júdas kallaður var Barsabas og Sílas forystumenn meðal bræðranna. Þeir rituðu með þeim. Apostles and elders with the whole church decided to choose some of their own men and send them to Antioch with Paul and Barnabas. They chose Judas, called Barsabas, and Silas, two men who were leaders among the brothers. Við höfum heyrt að nokkri frá oss hafi óróað yfir með orðum sínum og komi róti á vígi yðar án þess við hefðum þeim neitt boðið. Því höfum mér einróma ályktað að kjósa menn og senda til yðar með vorum elskuðu Barnabasi og Pámiði. Mönnum lagt hafa líf sitt í hættu vegna nafns Drottins vors Jesú Krists. Sendum því Júdas og Sílas og boða þeir yfir munnlega hið sama, að ályktun heilags anda og vor að leggja ekki frekari byrðar á yður en þetta sem nauðsynlegt að þér haldið yfir frá kjöti, fórnuðu, skurðgoðum, blóði, kjöti af köfnuðum dýrum og saurlifnaði. Ef þér varist þetta, hjörið þér vel, verið sælir. Þeir voru nú sendir af stað og komu norður til Antíokkíu, kölluðu saman söfnuðinn og skiluðu bréfinu. En menn lásu það urðu þeir glaðir yfir þessari uppörfun. Júdas og Sílas, sem sjálfur voru spámenn, hvöttu bræðurna með mörgum orðum og styrktu þá. Þegar þeir höfðu dvalist þar hríð, hvöttu þeir bræðurna og báðu þeim friðar og héldu aftur til þeirra sem höfðu sent þá. En Páll og Barnabas héldu kyrru fyrir í Antíokkíu, kenndu og boðuðu ásamt mörgum öðrum orð Drottins. Eftir nokkra daga sagði Páll við Barnabas: förum nú aftur og vitjum bræðrana í hverri borg þar sem við höfum boðað orð Drottins og sjáum hvað þeim víður. Barnabas vildi þá líka taka með Jóhannes kallaður var Markús, en Páli þótti eigi rétt að taka með þann mann skilið hafði við á í Pamfilíu og ekki gengið að verki með þeim. Var þeim mjög sunduróða og skildi þar með þeim.
tók Barnabas Markus með sér og sigldi til Kýpur. En Páll kaus sér Sílas og fór af stað og fólu bræðurnir hann náð drottins. Fór hann Sýrland og Kilíkíu og styrkti söfnuðina. Hann kom til Derbe og Lýstru. Þar var lærisveinn nokkur Tímóteus að nafni, sonur trúaðrar konu af gyðingaætt, en faðir hans var grískur. Bræðurnir í Lýstru og Íkoníum báru honum gott orð. Páll vildi hafa hann með sér og umskar hann sökum gyðinga voru í þeim byggðum, því að allir vissu þeir að faðir hans var grískur. Þeir fóru nú borgirnar, fluttu mönnum þær ályktanir sem postularnir og öldungarnir í Jerúsalem höfðu samþykkt og buðu að varðveita þær. En söfnuðirnir styrktust í trúni og urðu fjölmennari dag frá degi. Þeir fóru Fríkíu og Galataland, því heilagur andi varnaði þeim að boða orðið í Asíu. Og sem þeir voru komnir að Mísíu, reyndu þeir að fara til Bitíníu, en andi Jesú leyfði það eigi. Þeir fóru þá Mísíu og komu niður til Tróas. Nóttina birtist Páli sýn. Maður nokkur, makedónskur, stóð hjá honum og bað hann: Kom yfir til Makedóníu og hjálpa oss. En jafn skjótt og hann hafði séð þessa sýn, leituðu mér færis að komast til Makedóníu, þar sem ég skildum að Guð hafi kallað oss til þess að flytja þeim fagnaðarerindið. Nú lögðum mér út frá Tróas og sigldum beint til Samóþrake, en næsta dag til Neapólis. Og þaðan til Filippí. Hún helsta borg í þessum hluta Makedóníu, rómversk nýlenda. Í þeirri borg dvöldum þér nokkra daga. Hvíldardaginn gengum mér út fyrir hliðið að á einni, en þar hugðum mér vera bænastað. Settum þér niður og dvöluðum í konurnar sem voru þar saman komnar. Kona nokkur guðrækin úr Þíatíruborg Lýdía að nafni, verslaði með purpura, hlýddi á, opnaði drottinn hjarta hennar, og hún tók við því sem Páll sagði. Hún var skírð og heimili hennar, og hún bað oss gangi inn í hús mitt og dveljist þar, fyrst þér teljið mig trúa á drottinn. Þessu fylgdi hún fast fram. Eitt sinn ég gengum til bænastaðarins, mætti oss anbátt nokkur sem hafði spásafnaranda og allari húsbændum sínu mikil skróða með því að spá. Hún elti Pál og ás og hrópaði: Menn þessir eru þjónar Guðs hins hæsta, og boða þeir yfir veg til hjálpræðis. Þetta gjörði hún dögum saman. Páli féll það illa. Loks sneri hann sér við og sagði við andan: Ég býð þér í nafni Jesú Krists að fara út af henni. Og hann fór út á samri stundu. Nú sem húsbændur hennar sáu að þar fór ábata von þeirra, gripu þeir Pál og Sílas og drógu þá á torgið fyrir valdsmennina. Þeir færðu þá til höfuðsmannana og sögðu: Menn þessir gjöra, mestu óspektir í borg voru þeir eru gyðingar. Og boða siði sem oss rómverskum mönnum leyfist hvorki að fíðast né fylgja. Múgurinn réðst og gegn þeim
og höfuðsmennirnir létuð fletta þá klæðum og skipuðu að húðstíkja þá, og þeir höfðu lostið þá mörg högg, vörpuðu þeir þeim í fangelsi og buðu fangaverðinum að gæta þeirra vandlega. Þegar hann hafði fengið slíka skipun, varpaði hann þeim í innsta fangelsið og felldi stokk á fætur þeim. Miðnætti báðust þeir Páll og Sílas fyrir og lofsungu Guði, en bandingjarnir hlustuðu á þá. Þá varð skyndilega landskjálfti mikill, svo að grunnur fangelsisins riðaði. Jafnskjótt opnuðust allar dyr og fjötrarnir féllu af öllum. Fangaverðurinn vaknaði við og hann sá fangelsisdyrnar opnar, dró hann sverð sitt og vildi fyrirfara sér. Þar hann hugði fangana frúna, þá kallaði Páll hárri röstu: Gjör þú sjálfum þér ekkert nein, við erum hér allir. En hann bað ljós, stökk inn og fjall óttasleginn til fóta Páli og Sílasi. Síðan leiddi hann þá út og sagði: Herrar mínir, hvað á ég að gjöra til að verða hólpinn? En þeir sögðu: Trú þú á Drottinn Jesú og þú munt verða hólpinn og heimilið þitt. Og þeir fluttu honum orð Drottins og öllum á heimilið hans. Á þessari sömu næturstund tók hann þá með sér og lauðaði meiðsli þeirra eftir höggin og var hann þér skírður og allt hans fólk. Síðan fór hann með þá upp í húsitt, bar þeim mat og var hann og allt heimafólk hans fagnandi yfir því að hafa tekið trú á Guð. Þegar dagur rann, sendu höfuðsmennirnir vandsveina og sögðu: Látu menn þessa lausa. Fangavörðurinn flutti Páli þessi orð: Höfuðsmennirnir hafa sent boð að þið skulu látnir lausir. Gangi nú út og farið í friði. En Páll sagði við þá þeir hafa opinberlega látið húðstíkja okkur rómverska menn án dóms og laga og varpa í fangelsi, og nú ætla þeir leynilega að hleypa okkur út. Ég held nú síður þeir skulu koma sjálfir og leiða okkur út. Vandsveinarnir fluttu höfuðsmönnunum þessi orð, en þeir urðu hræddir eftir heyrðu að þeir væru rómverskir. Og komu og frimæltust við þá, leiddu þá út og báðu þá að fara burt úr borginni. Þegar þeir voru komnir út úr fangelsinu, fóru þeir heim til Lídíu, fundu bræðurna og hughreystu þá. Síðan héldu þeir af stað. Þeir fóru nú Amfípólis og Apolloníu og komu til Þessalóníku. Þar áttu gyðingar samkundu. Eftir venju sinni gekk Páll inn til þeirra og 3 hvíldardaga ræddi hann við þá og lagði út af ritningunum.
lauk þeim upp fyrir þeim og setti þeim fyrir sjónir, að Kristur átti að líða og rísa upp frá dauðum. Hann sagði: Jesús sem ég boðaði yður, hann er Kristur. Nokkrir þeirra létu sannfærast og gengu til fylgis við Pál og Sílas, auk þess mikill fjöldi guðrækinna Grikkja og mikilsáttar konur eigi allfóar. En gyðingar fylltust afbrýði og fengu með sér götuskríl, æstu til uppþota og hleyptu borginni í uppnám. Þustu þeir að húsi Jasonar og vildu færa þá fyrir líðin, en þegar þeir fundu þá ekki, drógu þeir Jason og nokkra bræður fyrir borgarstjórana og hrópuðu: Mennirnir sem komið hafa allri heimsbyggðinni í uppnám. Þeir eru nú komnir hingað og Jason hefur tekið á móti þeim. Allir þessir breyta gegn boðum keisarans, því þeir segja að annar sé konungur og það sé Jesús. Og þeir vöktu óhug með fólkinu og einnig borgarstjórunum með þessum orðum: Hleyptu þeir ekki þeim Jasoni fyrr en þeir höfðu látið þá sitja tryggingu. En bræðurnir sendu þá Pál og Sílas þegar nóttina til Beróju. Þegar þeir komu þangað, engu þeir inn í samkundu hús gyðinga. Þeir voru velindari þar, en í Þessaloníku. Þeir tóku við orðinu með allri góðfýsi og rannsökuðu daglega ritningarnar, hvort þessu væri þannig farið. Margir þeirra tóku trú og einnig Grikkir ekki allfáir, tignar konur og karlar. En gyðingar í Þessaloníku fréttu að Páll hefði einnig boðað orð Guðs í Beróju, komu þeir og hleyptu líka ólgu og æsingu í múginn þar. Þá sendu bræðurnir jafnskjótt með Pál af stað til sjávar, en Sílas og Tímóteus urðu eftir. Leiðsögumenn Páls fylgdu honum allt til Aþenu og sneru aftur með boð til Sílasar og Tímóteusar að koma hið bráðasta til hans. Meðan Páll beið þeirra í Aþenu var honum mikil skapraun að sjá að borgin var full af skurðgoðum. Hann ræddi þá í samkundunni við gyðinga og guðrækna menn og hver dag á torginu við þá sem urðu á vegi hans. En nokkrir heimspekingar edíkúringar og stóumenn áttu og í orðakasti við hann sögðu: Sumir kvaðmunnskraf finnur sá hafað flytja. Og þeir tóku hann og fóru með hann á Aresaræð og sögðu: Getum hér fengið að vita hver þessi nýja kenning er sem þú fer með, því að eitthvað nýstárlegt flytur þú oss til eyrna. Og oss fýsir að vita hvað þetta er. They said this because Paul was preaching the good news about Jesus and the resurrection. En allir aðfinningar og aðkomumenn þar gáfu sér ekki tón til annars, fremur en að segja eða heyra einhver nýmæli. Þá stéð Páll fram á miðri Aresarhæð og tók til máls: Aþeningar, þér komið mér svo fyrir sjónir, að þér séð í öllum greinum miklir trúmenn, því að ég gekk hér og hugði að helgidómum yðar og fann þá meðal annars altari sem á er ritað ókunnum Guði. Þetta sem þér nú dýrkið og þekkið ekki, það boða ég yður. Guð sem skóp heiminn og allt sem í honum er, hann sem er herra himins og jarðar, býr ekki í musterum sem með höndum eru gjörð. Ekki verður honum heldur þjónað með höndum manna, eins og hann fyrsti nokkurs við, þar sem hann sjálfur gefur öllum líf og anda og allar hluti. Hann skóp og af einum allar þjóðir manna og letar byggja allt yfirborð jarðar, hann hafi ákveðið setta tíma og mörk bóstala þeirra. Hann vildi að þær leituðu Guðs ef verða mætti. Þær þreifuðu sig til hans og fyndu hann, en eigi er hann langt frá neinum af oss. Í honum lifum hrærumst og mér svo hafa og sum skáld yðar sagt, því að ég líka hans ættar. Fyrst þér nú Guðs ættar, megum vér eigi ætla að Guðdómurinn sé líkur smíði af gulli, silfri eða steini, gjörðri með hagleik og hugviti manna.
Guð sem hefur umborið tíðir vanviskunnar boðar nú mönnunum að þeir skuli allir hvarvetna taka sinna skiptum. Því að hann hefur sett dag hann mun láta mann sem hann hefur fyrirhugað, dæma heimsbyggðina með réttvísi. Þetta hefur hann sannað öllum mönnum með því að reisa hann frá dauðum. Þegar þeir heyrðu nefnda upprisu dauðra, gjörðu sumir gisað, en aðrir sögðu, ég munum hlusta á þetta hjá þér öðru sinni. Þannig skildi Páll við þá. En nokkrir menn slógust í fylgd hans. Þeir tóku trú meðal þeirra var Dionýsius, einn úr Areópagusdóminum og kona nokkur Damaris að nafni og aðrir fleiri. Eftir þetta fór Páll frá Aþenu og kom til Korintu. Þar hitti hann gyðing nokkurn Akvilas að nafni, ættalan frá Pontus nýkominn frá Ítalíu og Priskillu konu hans, en Kládius hafði skipað svo fyrir að allir gyðingar skyldu fara burt úr Róm. Páll fór til þeirra og af því hann stundaði sömu iðn, settist hann að hjá þeim og vann með þeim. Þeir voru tjaldgjörðamenn að iðn. Hann ræddi við menn í samkunduhúsinu hvern hvíldaradag og reyndi að sannfæra bæði gyðinga og Grikki. Þegar þeir Sílas og Tímóteus komu norðan frá Makedóníu, gaf Páll sig allan að boðun orðsins og vitnaði fyrir gyðingum að Jesús væri Kristur. En þeir stóðu í gegn og lastmæltur hristi hann, stuðst yfir klæðum sínum og sagði við þá, blóðiðar, komi yfir höfuðiðar ekki, mér að kenna upp frá þessu, fer ég til heiðingjana. Og hann fór þaðan og kom í húsmanns nokkurs, hét Títus Justus, og dýrkaði Guð. Hús hans var hjá samkunduhúsinu. Krispus samkundustjóri tók trú á Drottin og allt heimili hans, og margir korintumenn sem á hlýddu tóku trú og létu skýrast. En Drottin sagði við Pál nótt í sín, óttast þú eigi, heldur tala þú og þagna ekki. Ég með þér. Enginn skal ráðast að þér og vinna þér mein, því að ég á margt fólk í þessari borg. Hann var þar kyrrt, 3 misseri og kenndi þeim orð Guðs. En þegar Gallión var landstjóri í Akkeu, bundust gyðingar samtökum gegn Páli, drógu hann fyrir dómstólinn og sögðu, maður þessi tælir menn til að dýrka Guð gagnstætt lögmálinu. Páll bjóst til að svara og þá sagði Gallión við gyðingana, væri hér einhver lögbrot eða illvirki að ræða, væri mér að sinna yður gyðingar, en fyrst það eru þrætur orð og nafn og lögmáliðar. Þá ráði sjálfur fram því, dómari í þeim sökum vil ég ekki vera. Og hann rak þá burt frá dómstólnum. If you Jews were making a complaint about some misdemeanor or serious crime, it would be reasonable for me to listen to you. Það tóku þeir allir Sósþenes, samkundustjóra, og fóru að berja hann fyrir framan dómstólinn og lét Gallión sig það engu skipta. Páll var þar enn kyrrt allmarga daga, kvaddi síðan bræðurna og sigldi til Sýrlands og með honum Priskilla og Akvilas lét hann áður skera hár sitt í Kenkrefu, því að heit hafi hvílt á honum. Þeir komu til Efesus. Þar skildi hann við þá, en gekk sjálfur inn í samkunduhúsið og ræddi við gyðinga. Þeir báðu hann að standa lengur við, en hann varð ekki við því. Heldur kvaddi þá og sagði, ég skal koma aftur til yðar, ef Guð lofar. Síðan lét hann í haf frá Efesus, lenti í Sesaríu
fór upp eftir til Jerúsalem og heilsaði söfnuðinum. Síðan hélt hann norður til Antíókíu. Þegar hann hafði dvalist þar hríð, hélt hann af stað og fór eins og leið liggur Galataland og Fríkíu og styrkti alla lærisveinana. En gyðingur nokkur Apollós að nafni, ættaður frá Alexandríu, kom til Efesus. Hann var maður vel máli farinn og fær í ritningunum. Hann hafði verið fræddur veð Drottins og brennandi í andanum talaði hann og kendi kostgæfilega Jesú. Þó þekkti hann aðeins skírn Jóhannesar. Þessi maður tók nú að tala djarflega í samkunduhúsinu. Priskilla og Akvílas heyrðu til hans, tóku hann að sér og skýrðu nánar fyrir honum Guðs veg. Hann fýsti að fara yfir til Akkeu. Bræðurnir hvöttu hann til þess og rituðu lærisveinunum. Það að taka honum vel hann kom þangað og var til mikill að hjálpa þeim sem fyrir Guðs náð höfðu tekið trú, því hann hrakti skarplega rök gyðinga í allra áheyrn og sannaði af ritningunum að Jesús væri Kristur. Meðan Apollós var í Korintu, fór Páll upplöndin og kom til Efesus. Þar hitti hann fyrir nokkra lærisveina. Hann sagði við þá: fenguð þér heilagan anda þér tókuð trú. Hann sagði upp á hvað eruð þér, þá skýrðir. Þá mælti Páll: Jóhannes skýrði yfirrunarskýrn og sagði lýðnum að trúa á þann sem eftir sig kæmi, það á Jesú. Þegar þeir heyrðu þetta, létu þeir skýrast til nafns Drottins Jesú. Páll hafði lagt hendur yfir þá, kom heilagur andi yfir þá og þeir töluðu tungum og spáðu. Þessir menn voru alls 12. Páll sótti nú samkunduna í 3 mánuði og talaði þar djarflega og reyndi að sannfæra menn Guðs ríki. En nokkrir brynjuðu sig og vildu ekki trúa þegar þeir tóku að ítlæla veginum í áheyrn fólksins, sagði Páll skilið við þá. Þeir reyndi lærisveinana frá þeim og síðan talaði hann daglega í skóla Týranusar. Þessu fór fram í 2 ár svo að allir þeir sem í Asíu bjuggu heyrðu orð Drottins, bæði gyðingar og Grikkir. Guð gerði óvenjuleg kraftaverk fyrir hendur Páls. Það bar við að menn lögðu dúka og flíkur af Páli á sjúka og hurfu þá veikindi þeirra og illir andar fóru út af þeim. En nokkrir gyðingar fóru og frömdu andarsæringar tóku og fyrir að nefna nafn Drottins Jesú yfir þeim höfðu illa anda. Þeir sögðu: ég særi yfir við Jesú, þann sem Páll prédikar. Þeir þetta, frömdu voru 7 synir gyðingslokkur Skefa æðstaprests, en illi andinn sagði við þá: Jesú þekki ég og Pál kannast ég við, en hverjir eru þér? Og maðurinn sem illi andinn var í flaug á þá, keyrði þá alla undir sig og lék þá svo hart að þeir flýðu naktir og særðir úr húsinu. Þetta var kunnugt öllum Efesusbúum, bæði gyðingum og Grikkjum, og ótta sló á þá alla, og nafn Drottins Jesú var mikla. Margir þeirra sem trú höfðu tekið komu, hjörðu játningu og sögðu frá athæfi sínu. Og allmargir farið höfðu með kurl, komu með bækur sínar og brenndu þær að öllum ásjáandi. Þær voru samtals virtar á 50.000 silfurdenninga. Þannig breyttist orð Drottins út og eldist í krafti hans. Þá þetta var garð gengið tók Páll þá ákvörðun að ferðast Makedóníu og Akkeu og fara síðan til Jerúsalem. Hann sagði: þegar ég hef verið þar ber mér líka að sjá Róm. Hann sendi 2 aðstoðarmenn sína þá Tímóteus og Erastus til Makedóníu, en dvaldi sjálfur tíma í Asíu. Í þann tíma urðu miklar æsingar út af veginum. Demetrius hét maður og var silfursmiður, bjó hann til Artemisar musteri úr silfri og veitti smiðum eigi litla atvinnu. Hann stefndi þeim saman og öðrum sem að slíku unnu og sagði: góðir menn, þér vitið að velmegun vor hvílir á þessari atvinnu. Og þér sjáið og heyrið að Páll þessi hefur með fortölum sínum snúið fjölda fólks, ekki einungis í Efesus, heldur nær, gjörvalla Asíu. Hann segir að eigi sér það neinir guðir sem með höndum eru gjörðir. Nú horfir þetta ekki einungis innvorri til smánar, heldur einnig til þess að helgidómur hinnar miklu gyðju, Artemisar, verði einskis virtur og að hún sem öll Asía og heimsbyggðin dýrkar verði svipt tigsinni. Þeir heyrðu þetta, urðu þeir afar reiðir og æptu: mikil Artemis Efesusmanna.
practically the whole province of Asia. He says that man-made gods are no gods at all. Og öll borgin komst í uppnám, menn þustu hver annan til leikvangsins og þrifu með sér þá Gaius og Aristarchus, förunauta Páls úr Makedóníu. And the goddess herself was worshipped throughout the province of Asia, and the world will be robbed of her divine majesty. En Páll vildi ganga inn í mannþröngina, leyfðu lærisveinarnir honum það ekki. Nokkrir höfðingjar skattlandsins sem voru vinir hans, sendu einnig til hans og báðu hann að hætta sér ekki inn á leikvanginn. Menn hrópuðu nú sitt hver, því að mannsöfnuðurinn var í uppnámi, og vissu fæstir hvers vegna þeir voru saman komnir. Nokkrir í mannþrönginni töldu það vera vegna Alexanders, því að gyðingar ýttu honum fram, en Alexander benti til hljóðs með hendinni og vildi verja mál sitt fyrir fólkinu, þegar menn urðu þess vísir að hann var gyðingur. Lustu allir upp einu ópi og hrópuðu í nærfellt 2 stundir. Mikil Artemis Efesusmanna, en borgarritarinn gat sefað fólkið og mælti: Efesusmenn, hver sá maður að hann viti ekki að borg Efesusmanna geymi mustri hinnar miklu Artemisar og steinin helga af himni. Þar sem enginn má gegn því mæla, ber yfir að vera stilltir og hrapa ekki að neinu. Þér hafi dregið þessa menn hingað, þó þeir hafi hvorki framið helgispjöll né lastmælt gyðjuvori. Eigi nú Demetrius og smiðirnir sem honum fylgja, sök við nokkurn þá, eru þingdagar haldnir og til eru landstjórar, eigist þeir lög við. En ef þér hafið annars að krefja, má gjöra út það á löglegu þingi. Við eigum á hættu að verða sakaður uppreist fyrir þetta í dag og getum ekki bent á neitt tilefni sem gæti afsakað slík ólæti að svo mæltu lét hann mannsöfnuðinn fara. Þegar þessum látum linnti, sendi Páll eftir lærisveinunum, uppörvaði þá og kvaddi síðan og lagði af stað til Makedóníu. Hann fór nú þau héruð og uppörvaði menn með mörgum orðum. Síðan hélt hann til Grikklands. Dvaldist hann þar 3 mánuði. Þá bjóst hann til að sigla til Sýrlands, en þar gyðingar brugguðu honum veinráð, tók hann til bragðs að hverfa aftur Makedóníu. Í för með honum voru þeir Sópater Pyrrhusson frá Beróju, Aristarchus og Sekundur frá Þessalóníku, Gaius frá Derbe, Tímóteus og Asíumennirnir Kíkikus og Trófínus. Þeir fóru á undan og biðu voru í Tróas. En við sigldum eftir daga ósýrðu brauðana frá Filippi og komum til þeirra í Tróas á 5. degi. Þar stóðum við rið í 7 daga. Fyrsta dag vikunar við vorum samankomnir til að brjóta brauðið, talaði Páll til þeirra. Hann var á förum daginn eftir,
entist ræða hans allt til miðnættis. Mörg ljós voru í loftstofunni, þar sem vér vorum saman komnir. Ungmenni eitt, Eltíkus að nafni, satt í glugganum. Segja á hans svefnherbergi Páll ræddi svo lengi og féll hann sofandi ofan af 3. lofti, hann var liðinn þegar hann var tekinn upp. Páll gekk ofan, marpaði sér yfir hann, tók utan hann og sagði: Verið stilltir, það líf með honum. Fór hann síðan upp, braut brauðið og neytti og talaði enn lengi, allt fram í dögun. Að svo búnu, hélt hann brott. En þeir fóru með sveininn lifandi og hugguðust mikillega. When he was sound asleep, he fell to the ground from the 3rd story and was picked up dead. Vér fórum á undan til skips og sigldum til Assus. Þar ætluðu mér að taka Pál. Svo hafði hann fyrirlagt því hann vildi fara landveg. Þegar hann hafði hitt oss í Assus, tókum mér hann á skip og héldum til Mítilínu. Þaðan sigldum mér daginn eftir og komumst til móts við Kíos. Á öðrum degi fórum mér til Samos og komum næsta dag til Míletus, en Páll hafði sett sér að sigla fram hjá Efesus svo að hann tægðist ekki í Asíu. Hann hraðaði ferð sinni, ef verða mætti, að hann kæmist til Jerúsalem á hvítasunnudag. Frá Míletus sendi hann til Efesus og boðaði til sín öldunga safnaðarins. Þegar þeir komu til hans, sagði hann við þá: Þér vitið hvernig ég hef hagað mig hjá yður alla tíð. Frá þeim degi ég kom fyrst til Asíu. Ég þjónaði drottni í allri auðmýkt með tárum og í raunum sem að mér hafa steðjað af launráðum gyðinga. Þér vitið að ég dró ekkert undan sem yður mátti að gagni verða, heldur boðaði yfir það og kendi opinberlega og í heimahúsum og vitnaði bæði fyrir gyðingum og Grikkjum afturhvarf til Guðs og trú á drottin vorn Jesú. Og nú ég á leið til Jerúsalem, knúinn af andanum. Ekki veit ég hvað þar mætir mér. Nema að heilagur andi birti mér í hverri borg að fjötrar og þrengingar bíði mín. En mér líf mitt einskis virði, þá ég aðeins að fullna skeið mitt og þá þjónustu sem drottin Jesús fóð mér, að bera vitni fagnaðarerindinu Guðs náð. Nú veit ég að þér munu ekki framar sjá mig. Engi þér sem ég hef komið til og boðað ríkið. Þess vegna vitna ég fyrir yður nú, í dag, að ekki mig að saka, þótt einhver glatist. Því að ég hef boðað yfir allt Guðs ráð og ekkert dregið undan. Hafið gát á sjálfum yður og allri hjörðinni sem heilagur andi fóliður til umsjónar. Verið hirðar Guðs kirkju sem hann hefur unnið sér með sínu eigin blóði. Ég veit að skæðir vargar munu koma inn á yður þegar ég farin og eigi þyrma hjörðinni. Og úr hópi sjálfra yðar munu koma fram menn sem flytja rangsnúna kenningu til að tæla lærisveinana á eftir sér. Vakið því og verið þess minnir að ég ámyndi stöðugt sérhvern yða
með tárum dag og nótt í 3 ár. Og nú fel ég yður Guði og orði náðar hans, sem máttugt er að uppbyggja yður og gefa yður arfleif með öllum þeim sem helgaðir eru. Eigi gintist ég silfur né gull, né klæði nokkurs manns. Sjálfur viti þér að þessar hendur unnu fyrir öllu því ég þurfti með, og þeir með mér voru. Í öllu sýndi ég yður að með því að vinna þannig, ber oss að annast óstyrka og minnast orða Drottins Jesú að hann sjálfur sagði: Sælla er að gefa en þiggja. Þegar hann hafi þetta mælt, féll hann á kné og baðast fyrir ásamt þeim öllum. Allir tóku að gráta sáran, féllu háls Páli og kysstu hann. Mest var þeim þau orð hans, að þeir myndu aldrei framar sjá hann. Síðan fylgdu þeir honum til skips. Þegar við höfðum slitið oss frá þeim, létum mér í haf og héldum beina leið til Kós næsta dag til Rótus og þaðan til Patara. Þar hittum mér á skip fara átti til Fönikíu. Stigum mér á það og létum í haf. Við höfðum landsýn af Kýpur. Létum hann á bakborða og sigldum til Sýrlands og tókum höfn í Týrus. Þar átti skipið að leggja upp farminn. Við fundum lærisveinana og dvöldumst þar 7 daga. Þeir sögðu Páli af gift andans að hann skyldi ekki halda áfram til Jerúsalem. Að þessum dögum liðnum lögðu mér af stað, fylgdu þeir oss allir á veg með konum og börnum út fyrir borgina. Við fjallum á kría í fjörunni og báðumst fyrir. Þar kvöddumst við stigum á skip, en hinir sneru aftur heim til sín. Við komum til Ptólemæs frá Týrus og lukum þar sjóferðinni. Við heilsuðum bræðrunum og dvöldumst hjá þeim 1 dag. Daginn eftir fórum við þaðan og komum til Sesaríu. Gengum inn í hús Filipusar trúboða, sem var einn af þeim 7, og dvöldumst hjá honum. Hann átti 4 ógiftar dætur, ættar spádómsgáfu. Þegar við höfum dvalist af nokkra daga, kom spámaður einn ofan frá Júdeu, Agabus, að nafni. Hann kom til vor, tók belti Páls, batt fætur sína og hendur og mælti: Svo segir heilagur andi þannig munu gyðingar í Jerúsalem binda þann mann sem þetta belti á og selja hann í hendur heiðingjum. Þegar við heyrðum þetta, lögðu mér og heimamenn að Páli að fara ekki upp til Jerúsalem. En hann sagði: Hví grátið þér og hrellið hjarta mitt? Ég eigi aðeins reiðubúin að láta binda mig, heldur og að deyja í Jerúsalem fyrir nafn Drottins Jesú. Honum varð eigi talið hughvarf. Það létu mér kyrrt og sögðum: Verði Drottins vilji. Að þessum dögum liðnum bjuggumst við til ferðar og héldum upp til Jerúsalem. Nokkrir lærisveinar frá Sesaríu urðu á samferða. Þeir fóru með oss til Mnasons nokkurs frá Kýpur, lærisveins frá elstu tíð, og skildu mér gista hjá honum. Þegar við komum til Jerúsalem tóku bræðurnir oss feginsamlega. Næsta dag gekk Páll með oss til Jakobs og allir öðfungarnir komu þangað. Páll heilsaði þeim og lýsti síðan nákvæmlega öllu sem Guð hafði gjört meðal heiðingjana með þjónustu hans. Þeir vegsumuðu Guð fyrir það sem þeir heyrðu og sögðu við hann: Þú sérð, bróðir, hve margir 2000 það eru meðal gyðinga sem trú hafa tekið,
og allir eru þeir vandlátir lögmálið. En þeim hefur verið sagt að þú kennir öllum gyðingum sem eru meðal heiðingja að hverfa frá Móse og segir að þeir skuli hvorki umskera börn sín, né fylgja siðum vorum. Hvað á nú að gjöra? Víst mun það spyrjast að þú ert komin. Hjör fyrir þetta sem ég nú segjum þér. Hjá oss eru 4 menn sem heit hvílir á. Tak þá með þér lát hreinsast með þeim og ber kostnaðinn fyrir þá að þeir geti látið raka höfuð sín. Þá mega allir sjá að ekkert er hæft í því sem þeim hefur verið sagt þig, heldur gætir þú lögmálsins sjálfur í breytni þinni. En heiðingja sem trú hafa tekið, höfum mér gefið út bréf og ályktað að þeir skuli varast kjöt, fórna skurðgoðum, blóð, kjöt af köfnuðum dýrum og surlifnað. Páll tók að sér mennina og lét hreinsast með þeim daginn eftir, síðan gekk hann inn í helgidóminn og gjörði kunnugt hve með hreinsunardagarnir væru á enda og fórnin fyrir hver þeirra skyldi framborin. Þegar dagarnir 7 voru nærliðnir, sáu gyðingar frá Asíu Pál í helgidóminnum. Þeir komu öllu fólkinu í uppnám, löfðu hendur á hann og rópuðu Ísraels menn veiti nú lið. Þetta er maðurinn sem allstaðar kennir öllum það sem er andstætt lýðunum, lögmálinu og þessum stað, og nú hefur hann auk heldur farið með Grikki inn í helgidóminn og saurgað þennan heilaga stað. En þeir höfðu áður séð Trófímus frá Efesus með honum í borginni og hugðu að Páll hefði farið með hann inn í helgidóminn. Öll borgin varð uppvæg, fólk þusti að. Þeir tóku Pál og drógu hann út úr helgidóminum. Jafnskjótt var dyrunum þess, þeir ætluðu að lífláta hann, en hersveitarforingjanum var tjáð að öll Jerúsalem væri í uppnámi. Hann brá við og tók með sér hermenn og 100-höfðingja og hljóp niður til þeirra. Þegar þeir sáu hersveitarforingjan og hermennina, hættu þeir að berja Pál. Hersveitarforinginn kom þá að, tók hann og skipaði að binda hann 2 fjötrum og spurði hver hann væri og hvað hann hefði gjöft. En sitt kallaði hver í mannfjöldanum. Þegar hann gat ekki orðið neins vísari, sökum óróans, bauð hann að fara með hann í kastalann. Þegar komið var að þrepunum, öfðu hermennirnir að bera hann vegna ofsans í fólkinu. En múgur manns fylgdi eftir og æpti, burt með hann. Leið og fara átti með Pálinn í kastalann, segir hann við hersveitarforingjan: Leyfist mér að tala nokkur orð við þig. Ekki ert þú þá Egyptin sem æsti til uppreisnar á dögunum og fór með morðvargana 4000 út í óbyggðir. Páll sagði: Ég er gyðingur frá Tarsus í Kilikíu, borgar ég ekki ómerkum bæ. Ég bið þig, leyf mér að tala til fólksins. Hann leyfði það. Páll bandaði hendi til fólksins þar sem hann stóð á þrepunum. Þegar hann hafi fengið gott hljóð, mælti hann til þeirra á hebreska tungu: Bræður og feður, hlustið á það sem ég ætla að flytja yfir mér til varnar. En þeir heyrðu hann ávarpa sig á hebresku, urðu þeir enn hljóðari. Hann heldur áfram: Ég er gyðingur fæddur í Tarsus í Kilikíu, en alinn upp í þessari borg við fætur Gamalíels hlaut ég fyllstu uppfræðslu í lögmáli feðra vora. Guðs stríðsmaður vildi ég vera ekki síður, en þér allir í dag. Ég ofsótti þá sem voru þessa vegar og sparði ekki líf þeirra, færði í fjötra og nefti í fangirsi, karla og konur. Æðstipresturinn og allt öldungaráðið geta borið mér vitni þetta hjá þeim, fékk ég bréf til bræðranna í Damaskus og fór þangað til að flytja einnig þá þar voru í böndum til Jerúsalem, að þeim yrði refsað. En á leiðinni ég nálgaðist Damaskus,
Bar svo við hádegisbil, að ljós mikið af himni leiftræði skyndilega mig. I was thoroughly trained in the law of our fathers and was just as zealous for God as any of you are today. Ég féll til jarðar og heyrði raust sagði við mig. Sál, Sál, hví ofsækir þú mig? Arresting both men and women and throwing them into prison. Ég svaraði, hver ert þú, Herra? Og hann sagði við mig, ég Jesús frá Nasaret sem þú ofsækir. And went there to bring these people as prisoners to Jerusalem to be punished. Þeir sem með mér voru sáu ljósið, en raust þess við mig talaði, heyrðu þeir ekki. Þá sagði ég, hvað á ég að gjöra, Herra? En Drottinn sagði við mig, rís upp og far til Damaskus. Þar mun þér verða sagt allt sem þér ætlað að gjöra. En með því að ég var blindaður af ljóma þessa ljós, urðu förunutar mínir að leiða mig, og þannig komst ég til Damaskus. En Ananías nokkur, maður guðrækin eftir lögmálinu, og í góðum metum hjá öllum gyðingum það bjuggu, kom til mín, nam staðar hjá mér og sagði, Sál, bróðir, fá þú aftur sjón þína. Á sömu stundu fékk ég sjónina og sá hann. En hann sagði, Guð feðra vorra hefur útvalið þig til að þekkja vilja sinn, að sjá hinn réttláta og heyra raustina af munni hans. Því að þú skalt honum vottur vera hjá öllum mönnum það sem þú hefur séð og heyrt. Hvað dvelur þið nú? Rís upp, ákalla nafn hans og lát skýrast og laugast af syndum þínum. En þegar ég var komin aftur til Jerúsalem og baðst fyrir í helgidóminum, var ég frá mér numin. Og sá hann, og hann sagði við mig, flýtir og far sem skjótast burt úr Jerúsalem, því að þeir munu ekki veita viðtöku vitnisburði þínum mig. Ég sagði, Drottinn, þeir vita að ég hef verið að neppa í fangelsi þá sem trúðu á þig og láta húðstríkja þá í samkunduhúsunum. Og þegar úthellt var blóði Stefáns votta þíns, stóð ég sjálfur þar hjá og lét mér vel líka og varðveitti klæði þeirra sem tóku hann af lífi. Hann sagði við mig, far þú, því að ég mun senda þig til heiðingja langt í burtu. Alltaf þessu orði hlýtu ver á hann. En nú hófu þeir upp raust sína og hrópuðu, burt með slíkan mann af jörðinni. Eigi hæfir að hann lifi, nú sem þeir æftu og vingsuðu klæðum sínum og þyrluðu ryki í loft upp. Skipaði hersveitarforinginn að fara með hann inn í kastalann og hýða hann og kúga hann með því til sagna, svo að hann kæmist að því, fyrir hverja sök þeir gjörðu slík óp að honum. En þá þeir stengdu hann undir höggin. Sagði Páll við 100-höfðingjan hjá stóð, leyfist yfir að húðstíkja rómverskan mann og það án dóms og laga. Þegar 100-höfðinginn heyrði þetta, fór hann til hersveitarforingjans, skýrði honum frá og sagði, hvað ert þú að gjöra? Maður þessi rómverskur. Hersveitarforinginn kom þá og sagði við Pál, segi mér, ert þú rómverskur borgari? Hersveitarforinginn sagði, fyrir æri fé keypti ég þennan þakkrétt. Þeir sem áttu að kúga hann til sagna, miku nú jafn skjótt frá honum, og hersveitarforinginn var hræddur hann varð þess vís að það var rómverskur maður sem hann hafi látið binda. Daginn eftir vildi hann ganga úr skugga fyrir hvað gyðingar kærðu hann lét leysa hann og bauð að æðstu prestarnir og allt ráðið kæmi saman síðan kom hann ofan með Pál og leiddi hann fram fyrir þá. En Páll hvessti augun á ráðið og mælti,
Bræður, ég hef í öllu breytt með góðri samvisku fyrir Guði fram á þennan dag. En Ananías æðstiprestur skipaði þeim hjá stóðu að ljósta hann á munninn. When he realized that he had put Paul, a Roman citizen, in chains. Þá sagði Páll við hann: Guð mun ljósta þig, kalkaði veggur. Hér situr þú til að dæma mig samkvæmt lögmálinu og skipar þó þvert ofan í lögmálið að slá mig. Þeir sem hjá stóðu sögðu: Smánar þú æðsta prest Guðs? Páll svaraði: Ekki vissi ég, bræður, að hann væri æðsti prestur, fyrir ritað þú skalt ekki illmæla höfðingja liðs þíns. Nú vissi Páll að sumir þeirra voru saddúkear en aðrir farisear og hann hrópaði upp í ráðinu: Bræður, ég farisei að fariseum komin. Ég lögsóttur fyrir vonina upprisu dauðra. Þegar hann sagði þetta var deila milli farisea og saddúkea og þingheimur skiptist í flokka, því saddúkear segja að ekki sé til upprisa, englar né andar, en farisear játa allt þetta. Nú var hróp mikið og nokkrir fræðimenn af flokki farisea risu upp og fullyrtu: Vér sjáum, ekki að þessi maður hafi brotið af sér, gæti ekki hugsast að andi hafi talað við hann eða engill. Deilan harðnaði og hersveitarforinginn fór að óttast að þeir ætluðu að rífa Pál í sundur. Því skipaði hann herliðinu að koma ofan, taka hann af þeim og færa hann inn í kastalann. Nóttina eftir kom drottinn til hans og sagði: Vertu þú hraustur, svo sem þú hefur vitnað mig í Jerúsalem, eins ber þér og að vitna í Róm. Þegar dagur rann, bundust gyðingar samtökum og sóru þess eið að eta hvorki né drekka fyrr en þeir hefðu ráðið Pál af dögum. Voru þeir fleiri en 40 sem þetta samsæri gjörðu. Þeir fóru til æðstu prestana og öldunganna og sögðu: Ég höfum svarið þess dýran eið að neita einskis fyrr en mér höfum ráðið Pál af dögum. Nú skulu þér og ráðið leggja til við hersveitarforingjan að hann láti, send hann niður til yðar, svo sem vildu þér kynna yfir mál hans rækilegar, en vér erum við því búnir að vega hann áður en hann kemst alla leið. En systursonur Páls heyrði fyrirsáttina. Hann gekk inn í kastalann og sagði Páli frá. Páll kallaði til sín 100 höfðingjan og mælti: Far þú með þennan unga mann til hersveitarforingjans, því að hann hefur nokkuð að segja honum. 100 höfðinginn tók hann með sér, fór með hann til hersveitarforingjans og sagði: Fanginn Páll kallaði mig til sín og bað mig: Far til þín með þennan unga mann, hann hefur eitthvað að segja þér. Hersveitarforinginn tók í hönd honum, leiddi hann afsíðis og spurði: Hvað það sem þú hefur að segja mér? Hinn svaraði: Gyðingar hafa komið sér saman að biðja þig að senda Pál niður í ráðið á morgun, þar þeir ætli að rannsaka mál hans rækilegar, en látu ekki að vilja þeirra, því að menn þeirra, fleiri en 40 sitja fyrir honum og hafa svarið þess eið að eta hvorki né drekka fyrr en þeir hafi veiðan. Nú eru þeir viðbúnir og bíða eftir að svarið komi frá þér. Hersveitarforinginn lét piltinn fara og bauð honum: Þú mátt engum segja að þú hafir gjört mér viðvart þetta. Hann kallaði fyrir sig 200 höfðingja og sagði: Látið 200 hermenn vera tilbúna að fara til Sesaríu eftir náttmál, auk þess 70 riddara og 200 léttliða, að við til fara að skjóta handa Páli, svo að þér komið honum heilum til Felixar landstjóra. Og hann ritaði bréf, svo hljóðandi: Claudius Lysias sendir kveðju hinum göfuga Felix landstjóra. Mann þennan höfðu gyðingar tekið höndum
og voru í þann veginn að taka af lífi, ég kom að með hermönnum. Ég komst að því að hann var rómverskur og bjargaði honum, en ég vildi vita fyrir hverja sök þeir ákærðu hann, og fór með hann yfir í ráð þeirra. Komst ég þá að raunum að hann var kærður vegna ágreinings lögmál þeirra, en engin sök var honum gefin sætir dauða eða fangelsi. En þar sem ég hef fengið bendingu að setið sé lífmannsins, sendi ég hann tafarlaust til þín. Ég hef jafnframt boðið ákærendum hans að flytja mál sitt gegn honum fyrir þér. Hermennirnir tóku þá Pál, eins og þeim var boðið, og fóru með hann nótt til Antipatis. Daginn eftir sneru þeir aftur til kastanans, en létu riddarana fara með honum. Þeir fóru inn í Sesaríu, skiluðu bréfinu til landstjórans og færðu Pál fyrir hann. Hann las bréfið og spurði úr hvaða skattlandi hann væri. Var honum tjáð að hann væri frá Kilikíu. Þá mælti hann: Ég mun rannsaka mál þitt þegar kærendur þínir koma, og hann bauð að geyma hann í höll Heródesar. 5 dögum síðar fór Ananías æðstiprestur ofan þangað og með honum nokkrir öldungar og Tertúlfus nokkur málafærslumaður. Þeir báru sakir á Pál fyrir landstjórunum. Hann var nú kallaður fyrir, en Tertúlfus hóf málsóknina og sagði: Þetta viðurkennum mér mjög þakksamlega. En svo að ég tefji þig sem minnst biði ég að þú að mildi þinni viljir heyra á svitla hríð. Við höfum komist að raunum að maður þessi skaðræði, kveikir ófrið með öllum gyðingum víða veröld og forsprakki villuflokks Nasaría. Hann reyndi mér að segja að vanhelga musterið og þá tókum ég hann höndum. Með því að yfirheyra hann mátt þú sjálfur ganga og skugga öll sakarefni vor gegn honum. Gyðingarnir tóku undir sakargiftirnar og kváðu þetta rétt vera. Landstjórinn benti þá Pálið að taka til máls. Hann sagði: Þú getur og gengi og skugga að ekki nema 12 dagar síðan ég komið til Jerúsalem að biðjast fyrir, og enginn hefur staðið mig að því að vera að stæla við neinn eða æsa fólki óspekta, hvorki í samkvæmdu húsunum né neins staðar í borginni. Þeir geta ekki heldur sanna þér það sem þeir eru nú að kæra mig en hitt skal ég játa þér að ég þjóna Guði feðra vorra samkvæmt veginum sem þeir kalla villu og trúi öllu því sem skrifast stendur í lögmálinu og spámennunum, og þá von hef ég til Guðs sem þeir og sjálfir hafa að upp muni rísa bæði réttlátir og ranglátir. Því temmi ég mér og sjálfur að hafa jafnan hreina samvisku fyrir Guði og mönnum. Eftir marga ára fjarveru kom ég til að færa fólki mínu ömmusugjafir og til að fórna. Þetta var ég að gjöra í helgidóminum og hafi látið hreinsast, og enginn var þá mannsöfnuður né uppfót þegar menn komu að mér. Þar voru gyðingar nokkrir frá Asíu. Þeir hefðu átt að koma fyrir þig og bera fram kæru, hefðu þeir fundið mér eitthvað til saka. Annars skulu þessi sem hér eru segja til hvað saknæmt þeir fundu þegar ég stóð fyrir ráðinu. Nema það sé þetta eina sem ég hrópaði þegar ég stóð meðal þeirra fyrir upprisu dauðra ég lögsóttur í dag frammi fyrir yður. Felix, sem var vel kunnugt megin, frestaði nú málinu og mælti: Þegar Lísías hersveitarforingi kemur ofan hingað, skal ég skera úr máli yðar. Hann bauð 100 höfðingjanum að hafa Pál í vægu varðhaldi og varna engum félaga hans að vitja hann. Nokkrum dögum seinna kom Felix með eiginkonu sinni, Drúsillu. Hún var gyðingur. Hann lét sækja Pál og hlýddi á mál hans trúna á Krist Jesú. En hann ræddi réttlæti, sjálfsögun og komandi dóm, var Felix skelkaður og mælti: Far burt að sinni. Ég læt kalla þig þegar ég fæ tóm til. Meðfram gjörði hann sér vonum að Páll myndi gefa sér fé. Því var það að hann lét alloft sækja hann
og átti tal við hann. When Lysias the commander comes, He said, I will decide your case. Þegar 2 ár voru liðin, tók Porcius Festus við landstjórna Felix. Felix vildi koma sér vel við gyðinga og lét því Pál eftir í haldi. 5 dögum eftir að Festus hafði tekið við umdæmi sínu, fór hann frá Sesareu upp til Jerúsalem. he sent for Paul and listened to him as he spoke about faith in Christ Jesus. Æðstu prestarnir og fyrirmenn gyðinga báru þá sakir á Pál fyrir honum og báðu hann Felix was afraid and said, That's enough for now. You may leave. When I find it convenient, að veita sér að málum gegn honum og gera sér þann greiða að senda hann til Jerúsalem. En þeir hugðust búa honum fyrir sát og vefið hann á leiðinni. Festus svaraði að Páll væri í varðhaldi í Sesareu, en sjálfur mundi hann bráðlega fara þangað. wanted to grant a favor to the Jews, he left Paul in Látið því, sagði hann, ráðamenn yðar verða mér samferð og ofan eftir og lögsækja mannin ef hann eitthvað sekur. Festus valdist þar ekki lengur en í 8 daga eða 10. Síðan fór hann ofan til Sesareu. Daginn eftir settist hann á dómstólinn og bauð að leiða Pál fram. Þegar hann kom umkringdu hann gyðingar þeir sem komnir voru ofan frá Jerúsalem og báru á hann margar þungar sakir sem þeir gátu ekki sannað. for they were preparing an ambush. En Pál varði sig og sagði, ekkert hef ég brotið, hvorki gegn lögmáli gyðinga, helgidóminum, né keisaranum. Festus vildi koma sér vel við gyðinga og mælti við Pál. Vilt þú fara upp til Jerúsalem og hlíta þar dómi mínum í máli þessu? Pál svaraði, ég stend nú fyrir dómstóli keisarans og hér á ég að dæmast. Gyðingum hef ég ekkert rangt gjört. Það veistu fullvel, sé ég sekur og hafi framið eitthvað sem bauða sé verð mæli ég mig ekki undan því að deyja. En ef ekkert hæft í því sem þessi menn kæra mig má enginn með að selja mig þeim á vald. Ég skýt máli mínu til keisarans. Festus hræddi þá við ráðunauta sína og mælti síðan. Til keisarans hefur þú skotið málið þínu, til keisarans skaltu fara. Eftir nokkra daga komu Agrippa konungur og Bernike til Sesareu að bjóða Festus velkomin. And stand trial before me there on these charges. Þegar þau höfðu dvalist þar nokkra daga, lagði Festus mál Páls fyrir konung og sagði, hér fanginn okkur sem Felix skildi eftir. Jews, as you yourself know very well. Þegar ég kom til Jerúsalem, áru æðstu prestar og völdungar gyðinga á hann sakir og heimtuðu hann dæmdan. If the charges brought against me by these Jews are not true, no one has the right to hand me over to them. I appeal to Caesar. Ég svaraði þeim að það væri ekki venja Rómverja að selja fram nokkurn sakborning fyrir en hann hefði verið leiddur fyrir ákærendur sína og átt þess kost að bera fram vörn gegn sakargiftinni. Þeir urðu nú samferða hingað og lét ég engan drátt á verða, heldur settist daginn eftir á dómstólinn og bauð að leiða fram mannin. Þegar ákærendurnir komu fram, báru þeir ekki á hann sakir fyrir nein þau illræði sem ég hafði búist við. Heldur áttu þeir í einhverjum deilum við hann, átúna sjálfra þeirra og Jesú nokkur. Látinn mann sem Páll segir lifa. Fannst mér vandi fyrir mig að fást við þetta og spurði Pál hvort hann vildi fara til Jerúsalem og láta dæma málið þar. En hann skaut máli sínu til keisarans og krafðist þess að vera hafður í haldi þar til hans hátign hefði skorið úr. Því bauð ég að hafa hann í haldi þangað til ég gæti sent hann til keisarans. Agrippa sagði þá við Festus, ég vildi sjálfur fá að heyra mannin. Æin eftir komu Agrippa og Bernike en mikilli viðhöfn og gengu ásamt hersveitarforingjum og æðstumönnum borgarinnar inn í málstofuna. Var þá Páll leiddur inn að boði Festusar. Festus mælti Agrippa konungur og þér menn, allir sem hjá oss eru statir þarna sjáið þér mann sem veldur, því að allir gyðingar bæði í Jerúsalem og hér hafa leitað til mín. Þeir heimta hástufum að hann sé tekinn af lífi. Mér varð ljóst að hann hefur ekkert það framið dauða sé vert, en sjálfur skaut hann máli sínu til hans hátignar og þá ákvað ég að senda hann þangað. Nú hef ég ekkert áreiðanlegt að skrifa herra vorum hann,
Þess vegna hef ég leitt hann fram fyrir yður og engum fyrir þig, Agrippa konungur, svo að ég hafi eitthvað að skrifa lokinni yfirheyrslu. Því það lýst mér fráleitt að senda fanga og tjá eigi leið sakargiftir gegn honum. At the command of Festus, Paul was brought in. En Agrippa sagði við Pál: Nú þér leyft að tala þínu máli. Páll rétti þá út höndina og bar fram vörn sína. Lamsamur þykist ég Agrippa konungur að eiga í dag í þinni áheyrn að verja mig gegn öllu því sem gyðingar saka mig Því heldur sem þú þekkir alla siðu gyðinga og ágreiningsmál. Því bið ég þig að hlýða þolinmóður á mig. Allir gyðingar þekkja líf mitt frá upphafi, hvernig ég hef lifað með þjóð minni, fyrst í æsku og síðan í Jerúsalem. Það vita þeir mig. Viljið þeir unna mér sannmælis að ég var farisei frá fyrstu tíð. Fylgdist þangast að flokki trúarbragða vorra. Og hér stend ég nú lögsóttur vegna vonarinnar fyrirheitið sem Guð gaf feðrum vorum. Og vorar 12 kynkvíslir vona að öðlast með því að dýrka Guð án afláts, nótt sem dag. Fyrir þessa von ég nú ákærður, konungur, og það af gyðingum. Hvers vegna teljið þér það ótrúlegt að Guð veki upp dauða? Sjálfur taldi ég mér skylt að vinna af öllu megni gegn nafni Jesú frá Nasaret. Það gjörði ég og í Jerúsalem, hneppti marga hinna heilugu í fangelsi með valdi frá æðstu prestunum og galt því ákveðið að þeir væru teknir af lífi, og í öllum samkundunum reyndi ég þrásinnis með pyndingum að neyða þá til að afneita trú sinni. Svo freklega ætti ég gegn þeim að ég fór til borga erlendis að ofsækja þá. Þá ég var á leið til Damaskus slíkra erinda. Með vald og umboð frá æðstu prestunum sá ég konungur á veginum miðjan dag, ljós af himni, sólu bjartara, leiftra mig og þá sem mér voru samherra. Ég fjall allir til jarðar og ég heyrði rödd sagði við mig á hebresku: Sál, Sál, hví ofsækir þú mig? Erfitt verður þér að spyrna móti brotunum. En ég sagði: Hver ert þú, Herra? Og drottinn sagði: Ég Jesús sem þú ofsækir. Rís nú upp og statt á fætur þína, til þess birtist ég þér að ég vel þig til þess að vera þjónn minn og vitni þess að þú hefur séð mig, æði nú, og síðar ég mun birtast þér. Ég mun frelsa þig frá lýðnum og frá heiðingjónum og til þeirra sendi ég þig. Að opna augu þeirra og snúa þeim frá myrkrið til ljós, frá Satans valdi til Guðs, svo að þeir öðlist fyrir trú á mig fyrirgefningu syndanna og arf með þeim sem helgaðir eru. Fyrir því gjörðist ég, Agrippa konungur, eigi óhlýðin hinni himnesku vitrun. Heldur boðaði ég fyrst þeim í Damaskus og í Jerúsalem, síðan alla Júdeu byggð og heiðingjunum, að iðrast og snúa sér til Guðs og vinna verk, samboðin iðrun eini. Sakir þessa gripu gyðingar mig í helgidóminum og reyndu að ráða mér bana. En Guð hefur hjálpað mér og því stend ég allt til þessa dags og vitna bæði fyrir háum og lágum. Mæli ég ekki annað en það sem bæði spámennirnir og Móse hafa sagt að verða mundi. Að Kristur ætti að líða og fyrstur rísa upp frá dauðum
og boða bæði lýðinum og heiðingjunum ljósið. Þegar Páll var hér kominn í vörð sinni, segir Festus hárri raustu: Óður ert þú, Páll. Þitt mikla bókvit gjörir þig óðan. Páll svaraði: Ekki er ég óður, gufi ég Festus, heldur mæli ég sannleiksorð af fullu viti. Konungur kann skil á þessu og við hann tala ég djarflega, eigi ætla ég að honum hafi dulist neitt af þessu, enda hefur það ekki djörst í neinum afkynna. Trúir þú, Agrippa konungur, spámönnunum? Ég veit að þú gjörir það. Þá sagði Agrippa við Pál: Þú þykist ekki vera lengi að gjöra mig, Kristinn. En Páll sagði: Þess bið ég Guð, hvort sem engur dregst eða skemur, að ekki einungis þú, heldur og allir sem til mín heyra í dag, verði slíkir sem ég er að frádöfdum fjötrum mínum. Þá stóð konungur upp og landstjórinn, svo og Bernike, og þeir þar sátu með þeim. Þegar þau voru farin, sögðu þau sín á milli: Þessi maður fremur ekkert sem varðar dauða eða fangelsi. En Agrippa sagði við Festus: Þennan mann hefði mátt láta lausan, ef hann hefði ekki skotið máli sínu til keisarans. Þegar ákveðið var að við skildum sigla til Ítalíu, voru Páll og nokkrir bandingjar aðrir seldir í hendur 100 höfðingja Júlíus hét úr hersveit keisarans. Við stigum á skip frá Adramítjum sem átti að sigla til hafna í Asíu og létum í haf. Aristarkus, makedónskur maður frá Þessalóníku, var oss samferða. Á öðrum degi lentum mér í Sídon. Júlíus sýndi Páli þá mannúð að leyfa honum að fara á fund vina sinna og þiggja umönnum þeirra. Þaðan létum mér í haf og sigldum undir Kýpur því að vindar voru andstæðir. Þá sigldum mér yfir hafið, undan Kilíkíu og Pamfíliu og komum til Míru í Líkíu. Þar fann 100 skip frá Alessandríu sigla átti til Ítalíu og kom oss á það. Siglingin gekk tregt allmarga daga, komumst vér með herkjum móts til Knítus, en þar bæði vindur oss. Þá sigldu mér undir Krít við Salmóni. Við beittum þar hjá með nauvindum og komumst á staði sem kallast Góðhafnir, í grennd við borgina Lasíu. En leið drjúgur tími og sjóferðir voru orðnar hættulegar, enda komið fram yfir föstu. Páll vildi því vara þá við og sagði við þá: Það séu góði menn að sjóferðin minni kosta hrakninga og mikið tjón. Ekki einungis á farmi og skipi, heldur og á lífi voru. En 100 treysti betur skipstjóra og skipseiganda en því Páll sagði. Höfnin var óhandug til vetrarlegu. Því var það flestra ráð að halda þaðan, ef þeir mættu ná Fönix og hafa þar vetrarlegu. Sú höfn á Krít og veit til útsuðurs og útnorðurs. Nú rann á hægur sunnamundur. Hugðust þeir þá hafa ráð þetta í hendi sér, léttu akkerum og sigldu fram með Krítnar í landi. En áður en langt leið skall á af landi ofan fárviðri, hinn illræmdi landnyrfingur. Skipið hrakti og varð ekki beitt upp í vindinn. Slóum mér undan og létum reka. Við hleyptum undir litla ey sem nefnist Káta. Þar gátum við með naumindum bjargað skipsbátnum. Þeir náðu honum upp og gripu til þeirra ráða sem helst máttu til bjargar verða og reyrðu skipið kvaðnum. Þeir óttuðust að þá myndi bera inn í Syrtuflóa, því felldu þeir segl og létu reka. Daginn eftir hrakti oss mjög undan ofviðrinu. Þá tóku þeir að rifja skipið. Og á 3. degi vörpuðu þeir út með eigin höndum búnaði skipsins. Dögum saman sá hvorki til sólar né stjarna og ekkert lát varð á ofviðrinu. Tók þá að þrjóta öll von það að vér kæmumst af. Nú höfðu menn lengi einskis matar
Neitt á stóð Páll upp meðal þeirra og mælti: góðir menn, þér hefðu átt að hlíta mínu ráði og leggja ekki út frá Krít, þá hefðu þér komist hjá hrakningum þessum og tjóni. En nú hvet ég yður að vera vonglaðir, því enginn yðar mun lífi týna, en skipið mun farast. Því að á þessari nóttu stóð hjá mér engill þess Guðs sem ég heyri til og þjóna og mælti: óttast þú eigi, Páll, fyrir keisarann átt þú að koma, og sjá, Guð hefur gefið þér alla þá sem þér eru samskipa. Verið því vonglaðir, góðir menn. Ég treysti Guði að svo muni fara sem henni hefur verið mælt. Men, you should have taken my advice not to sail from Crete. Then you would have spared yourselves this damage and loss. Mun bera upp á einhverju eyju. Now I urge you to keep up your courage, because not one of you will be lost. Only the ship will be destroyed. Á miðnætti, þegar við höfum hrakist Adríahafi hálfan mánuð, þóttust skipverjar verða þess varir að land væri í nám. Þeir vörpuðu grunnsökku og reyndist dýpið 20 faðmar. Aftur vörpuðu þeir grunnsökku litlu síðar og reyndist dýpið þá 15 faðmar. Þeir óttuðust að oss kynni að bera upp í kletta og köstuðu því 4 akkurum úr skutnum og þráðu nú mest að dagur ynni. En hásetarnir reyndu að strjúka úr skipinu. Þeir settu Pátinn útirðis og þóttust fyrir að færa út akkeri úr framstafni. Þá sagði Páll við hundraðshöfðingjann og hermennina: ef þessir menn eru ekki kyrrir í skipinu, getið þér ekki bjargast. Hermennirnir hjuggu þá festar bátsins og létu hann fara. Undir dögun hvatti Páll alla að neita matar og sagði: þér hafi nú þraukað hálfan mánuð fastandi og engu næst. Það nú mitt ráð að þér fáið yður mat. Þess þurfið þér, ef þér ætlið að bjargast. En enginn yðar mun einu hári týna af höfði sér. Að svo mæltu, tók hann brauð, gjörði Guði þakkir í allra aufsýn, braut það og tók að eta. Auðu nú allir hressari og fóru líka að matast. Alls voru mér á skipinu 276 manns. For the last 14 days, he said, you have been in constant suspense and have gone without food. You haven't eaten anything. Þá þeir höfðu etið sig metta, éttu þeir á skipinu með því að kasta kornfarminum í sjóinn. You need it to survive. Not one of you will lose a single hair from his head. Þegar dagur rann, kenndu þeir ekki landið, en greindu víkeina með sandfjöru. Varð það ráð þeirra að reyna að hleypa þar upp skipinu. Þeir losuðu akkerinn og létu þau eftir í sjónum, leystu með stýrispöndin, undu upp framseglið og létu berast undan vindi til strandar. Þeir lentu á ríði, skipið strandaði, stefnið festist og hræðist hvergi, en skuturinn tók að liðast sundur í hafrótinu. Hermennirnir ætluðu að drepa bandinjana svo að enginn þeirra kemst undan á sundi. En hundraðshöfðinginn vildi forða Páli og kom í veg fyrir ráðagjörð þeirra. Bauð hann að þeir sem syndir væru skyldu fyrstir varpa sér út og leita til lands, en hinir síðan ýmist á plönkum eða braki úr skipinu. Þannig komust allir heilir til lands. Nú sem mér vorum heilir á land komnir, fengum mér að vita að eyjan hét Malta. Eyjaskeggjar sýndu oss einstaka góðmennsku. Þeir kynntu bág og hlynnklaðu oss öllum, en kalt var í veðri og farið að rigna. Páll tók saman hrísvendur og lagði á eldinn. Skreið þá út naðra undan hitanum og festi sig á hönd hans. Þegar eyjaskeggjar sáu kvikindi þanga á hendi hans sögðu þeir hver við annan: það víst að þessi maður manndrápari, fyrst refsinornin lofar honum ekki að lifa þótt hann hafi bjargast úr sjónum. En hann hristi kvikindið af sér í eldinn og sakaði ekki.
Þeir bjuggust við að hann myndi bólna upp eða detta sveiflega dauður niður. En þá þeir höfðu beðið þess lengi og sáu að honum varð ekkert meint af. Skiptu þeir og sögðu hann Guð vera. Í grennd við stað þennan átti Búgarð æðsti maður á eynni, Públíus að nafni. Hann tók við oss og hélt oss í góðu yfirlæti 3 daga. Svo vildi til að faðir Públíusar lá sjúkur með hitaköstum og blóðsótt. Páll gekk inn til hans, aðst fyrir, lagði hendur yfir hann og læknaði hann. Eftir þetta komu aðrir þeir sjúkir voru á eynni og voru læknaðir. Höfðu þeir oss í hávegum og við skildum sigla, gáfu þeir oss allt sem þurstum til fararinnar. Að liðnum 3 mánuðum lögðum til hafs á skipi frá Alexandríu sem legið hafi við einan veturinn og bar merki tvíburanna. Við tókum höfn í Sýrakúsu og dvöldumst þar 3 daga. Þaðan sigldu við í sveig og komum til Regíum. Að degilinum fengu við sunnanvind og komum á öðrum degi til Púteói. Þar hittu mér bræður og báðu fyrir oss að dveljast hjá sér í viku. Síðan heldum við til Rómar. Bræðurnir þar fréttu oss og komu til móts við oss allt til Appíusardorgs og Þríbúða. Þegar Páll sá þá, gjörði hann Guði þakkir og hrestist í huga. En við vorum komnir til Rómar, var Páli leyft að búa út af fyrir sig með hermanni þeim sem gætti hans. Eftir 3 daga stefndi hann saman helstu mönnum gyðinga. Þegar þeir voru saman komnir sagði hann við þá: bræður, ekkert hef ég brotið gegn lýðnum eða siðum feðranna, en samt ég fangi framseldur Rómverjum í Jerúsalem. Þeir yfirheyrðu mig og vildu láta mig lausan, af því á mér hvíldi engin dauðasök. En gyðingar mæltu á móti og neyddust þið til að skjóta máli mínu til keisarans, þó eigi svo að skilja að ég sé að kæra þjóð mína. Sakir þessa ef ég kallaði yður hingað, að ég mætti sjá yður og tala við yður, því vegna vonar Ísraels ber ég þessa lekki. Þeir svöruðu: ég höfum ekki fengið bréf þig frá Júdeu, og eigi hefur heldur neinn bræðranna komið hingað og birt eða talað nokkur illt þig. Rétt þykir oss að heyra hjá þér hvað þér býr í huga, en þar oss kunnugt flokk þennan að honum alls staðar mótmælt. Þeir tóku til dag við hann og komið þá mjög margir til hans í herbergi hans frá morgni til kvölds skýrði hann og vitnaði fyrir þeim Guðs ríki og reyndi að sannfæra þá Jesú, bæði eftir lögmáli Móse og spámönnunum. Sumir létu sannfærast af orðum hans, en aðrir trúðu ekki. Fóru þeir burt ósamþykkir sín í milli, en Páll sagði: þetta eitt, rétt það sem heilagur andi mælti við feður yðar fyrir munn Jesaja spámanns. Þar til líðst þessa og seg þú: því að hjarta líðst þessa sljótt orðið. Nú skuluð þér vita að þetta hjálpræði Guðs hefur verið sent heiðingjunum og þeir munu hlusta. Full 2 ár var Páll þar í húsnæði sem hann hafði leigt sér og tók á móti öllum þeim sem komu til hans. Hann boðaði Guðs ríki og fræddi Drottin Jesú Krist með allri djörfung, támunarlaust.
perceiving. For this people's heart has become calloused. They hardly hear with their ears, and they have closed their eyes. Otherwise, they might see with their eyes, hear with their ears, understand with their hearts, and turn, and I would heal them. Therefore, I want you to know that God's salvation has been sent to the Gentiles. And they will listen. For 2 whole years, Paul stayed there in his own rented house and welcomed all who came to see him. Boldly and without